velkomin að Rauðaborðinu þriðjudaginn 27. maí. Ég heiti María Lilja og ætla að kynna fyrir ykkur dagskrá kvöldsins sem fjölbreytt sem nær. Hér í lok þáttar ræðir Oddný Eir við Sólrúnu Harðardóttur, kennara og námsefnishöfund, nýjan náttúruvef fyrir borgarbörn og önnur náttúrubörn, áhugavert það. Þar á undan það Kristján Schulze, umhverfisskipulagsfræðingur og landslagsarkitekt, sviðstjóri rannsókna og alþjóðamála í Landbúnaðarháskóla Íslands, sem segir Oddnýju frá alþjóðasamstarfi og nýjustu verkefnum, en hann ræðir einmitt mikilvægi öflugs rannsóknar umhverfis á sviði landbúnaðar á nýjum tímum. Þá fær hann Björn Þorláksson til sín Árna Guðmundsson forvarnafulltrúa, en þeir ræða áfengismenningu í tengslum við íþróttakappleiki og spyrja spurninga eins og hvort skipti máli svona fjárhagsleg afkoma íþróttafélaga eða lýðheilsa barna. Hlynur Helgason, myndlistamaður, dósent í listfræði Háskóla Íslands og varaformaður Sambands íslenskra myndlistamanna, ræðir við Oddnýju gervigreind, myndlist, falsanir og höfundarétt. Og hér, rétt eftir auglýsingar, ríður á vaðið Gunnar Smári ásamt þeim Vali Ingimundarsyni sagnfræðingi og Jóni Ólafssyni heimspekingi, en þeir ræða lýðræðið í austustu Evrópu og lýðræðis þróun í okkar heimshluta. Trump ber á góma og ásamt hinum ýmsu Evrópuleiðtogum í bland við stríð, pólitík og uppgang fasisma. Þannig að missið ekki af því. Hér rétt áður en við förum í auglýsingar ætla ég að vera með stutt yfirlit fréttir frá Gaza, en við höfum einsett okkur það hér við Rauðaborðið að flytja fréttir á Gaza og svona þetta helsta í bland við aðra samræðu á meðan að þjóðarmorðinu stendur. Á 4. tug voru drepin í árás Ísraelshers á skóla í Gaza í fyrranótt, en sjónavottur segir aðkomuna hryllilega. Eldur logaði allt og sviðnir líkama barna og víð og dreif. Barnalæknirinn Ala al-Najjar mætti til vinnu í fyrradag og meðan hún hlúði á börnum annarra varpaði Ísraelsher sprengju á hús fjölskyldu hennar og myrti 9 barna hennar. Það yngsta var 7 mánaða, elsta 12 ára. Hún átti 10 börn, en eftir þetta sem eftirlifir mikið sært að þetta veruleiki mæðra og feðra á Gazasvæðinu núna, og hjálparstarfsfólk, og ekkert óalgengt að hjálparstarfsfólk lendi einmitt í þessu að taka á móti sínum eigin ástvinum í annarkvort bara skelfilegu lífshættu ástandi eða hreinlega látnum. Hungursneyðin auðvitað áfram í fullum gangi eins og greint hefur verið og sem við höfum talað hér, þá tóku Bandaríkin og Ísrael ákvörðun að taka yfir neyðaraðstoð á svæðinu og einkavæða hana með einhverjum hætti og svona hervæðana. Hjálparsamtök hafa lýst yfir óánægju og í dag kom það bersýnilega í ljós hvers vegna, en þúsundir Palestínumanna svona stormuðu að þar til gerðum hjálparstöðvum sem eru við landamæri Rafah til þess að sækja mat og vistir, en það var ansi fljótt að fara böndunum, enda hefur fólkið ekki borðað síðan í mars, eða lítið borðað síðan í mars, en samkvæmt sjónavottum þá ringdi byssukúlum frá hermönunum yfir svangt fólkið sem reyndi að tróða sér leið að matagjöfunum, og hafa sjónavottar lýst ástandinu sem helvíti á jörð. Ehud Olmert, fyrrum forsætisráðherra Ísraels, segir ísraelsk stjórnvöld fremja stríðsglæpi á Gaza í stríði sem hafi engan tilgang. Að minnsta kosti 79 voru drepin síðasta sólarhringinn og síðustu 10 daga hafa 180.000 neyðist á flótta. Hann bætist þar með á lista þeirra og svona áhrifamanna sem fordæma þjóðamorðið. En við segjum þetta gott frá Gaza í bili, við biðjum ykkur að fylgjast vel með auðvitað, og hér eftir auglýsingar það Gunnar Smári, Valur Ingimundarson sagnfræðingur og Jón Ólafsson heimspekingur sem að ræða lýðræðið. Takk fyrir.
hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Já, okkur langar núna að tala lýðræði og kannski svolítið svona öryggismál í Evrópu. Það allt á hverjandi hveli og kannski ólíkt svona eftir í hvar maður staddur, hvernig þróunin Og þannig svo vil til að ég er komin hingað með 2 gesti, Jón Ólafsson sem er prófessor í heimspeki. Menningafræði reyndar. Menningafræði fyrir ekki, þú ert heimspekingur. Jú, það víst þetta. Og Valur Ingimundarson sem er sagnfræðingur og prófessor í sagnfræði. Þið verið velkomnir. Það vill svo til að þið að koma, voru saman eða ekki, úti í Georgíu? Jú, við fórum í... Það er eiginlega austasta austrið í Evrópu? Já, það má segja það. Við vorum fyrst í Rúmeníu og svo í Georgíu í báðum tilfellum í Erasmus Plus heimsóknum við samstarfsskóla, fyrst í Klúts í Transilvaníu og svo í Georgísk-ameríska háskólanum í Tbilisi. Og stjórnmálaþróunin í Georgíu er spennandi. Fyrrverandi utanríkisráðherra okkar var þar, ég held að við birst myndarinn á Svölum, þar sem hún var eiginlega að taka þátt í mótmælum gegn stjórnvöldum. Jú, það okkar góði gestgjafi og samstarfsmaður í háskólanum Tbilisi, hann mitt rifjaði þetta upp og var nú lítið hrifinn að þessari heimsókn. Og það var semst þannig að... Má ég spyrja á hverju? Fannst það bara ekki við hæfi að utanríkisráðherra í öðru landi væri að taka þátt í götumótmælum? Já, það er að segja, ef eins og við skildum þetta, þá kemur hún í fylgd með utanríkisráðherrum frá Eystrasaltslöndunum. Og þau eru rauninni þarna öll á eigin vegum, í einkaerindum, fljúga inn og fara bara eins og hverjir aðrir borgarar niður í bæ og gera það sem allir með að gera, að taka þátt í mótmælum, eða ennþá í Georgíu. Það myndi nú enginn láta sér detta í hug að gera eitthvað svona í Rússlandi, og þetta þótti kannski aðeins sérkennilegt fyrir svona háttsetta stjórnmálamenn og embættismenn að koma þarna á þessum forsendum. Og kannski svona, við getum ímyndað okkur hér ef það kæmi utanríkisráðherra hér. Kannski það er ekki afstaða til þess hvað hann var að segja og slaus, að bara það væri óviðkvæmilegt að þið sé að skipta okkur á okkar málum. Já, allavega með þessum hætti, sko. Ég meina og ég get svo sem, ég bara get algjörlega skrifað undir þetta persónulega. Ég meina, ráðherra hættir ekkert að vera ráðherra og verður prívatpersóna, sko. En þið hafið einhvern veginn verið að velta fyrir ykkur svona stöðu Georgíu sem er sérstök, kannski út af Úkraínustríðinu og sem að Úkraína myndi ég halda að Rússar skilgreini sem hluta áhrifasvæði sínu og Georgía það líka. Þannig að þetta er ekki land sem er frjálst, þjóð sem er frjáls að þróa sig með stjórnmála eins eftir eigin höfði. Þau búa við hliðina á Birni sem er búið að pota í augað og hefur vaknað. Og þetta það má líta á Georgíu sem eitthvað svona peð í stórvelda leik og þetta svona eftir svona tímabil á fyrstu árum eftir aldamót, þá voru svona gerð tilraun, svona mjög skýr tilraun til að koma á einhverju svona vestrænu kerfið þarna á og mjög svona neoliberal, svona ný frjálshyggju tilraun líka og átti að koma Georgíu í NATO. Það er þarna Saakashvili sem fór fyrir þessari tilraun sem var sett við völd alveg frá 2004 til 2013, held ég. Já. Og síðan er honum, tapar hann þeim kosningum og síðan hefur verið völd flokkur Georgíski draumurinn sem hefur tekið dálítið svona aðra línu, sérstaklega á undanförnum árum. Og svona fyrst var þessi flokkur
var á því að svona vilja efla tengsli með Evrópusambandið og svoleiðis, en síðan hefur flokkurinn svona dálítið svona dregið mjög úr því, þessum evrópsku áherslum, og með því að sem sagt, og mér er búin að fresta öllum, fresta aðildar svona viðræðum við Evrópusambandið aðild fram til loka árs 2028, svo þetta er alveg skýr svona skilaboð. Og þó að þessi helsti maður sem er á bakveðna flokk, Ivanisvili, þó að hann hann varð ríkur og viðskiptum í Rússlandi eftir að Sovétríkin féllu, hann er svona skugga, talið að hann sé svona maðurinn á bakveð allt saman, að nú eru vestræn ríki búin að beita hann refsiaðgerðum og marga í flokknum og svoleiðis á þeim forsendum að hann sé að vera að ganga bara gegn þessari vestrænu samlögun sjálfur sér, og líka hefur verið sakaður að ganga erinda Rússa. En þetta er alltaf mjög flókið mál, vegna þess að það er ekkert stjórnmálasamband milli Georgíu og Rússlands eftir þessi átök sem urðu þarna 2008 út af aðskilnaði héruðunum, Suður-Ossetíu og Abkhazíu. Svo að þetta er allt mjög flókin staða, að það er svona þessi vestræna samlögun hefur verið svona sett á ís dálítið, og Evrópusambandið er mjög ósátt við það, og líka svona, og svo er reyndar núna í þinginu, á Bandaríkjaþingi, þá var nýlega samþykkti fulltrúadeildin ályktun að beita refsiaðgerðum gegn Georgíu, en þessi flokkur beitir þá til sömu retórík og Trump talar djúpríkið og annað í þeim dúr, og greinilega stjórnin vonast til þess að Trump muni komið veg fyrir þetta á einhverjum á endan. Þetta sé djúpríkið í Bandaríkjunum sem er að beita djúpríkið í Georgíu? Nei, já. Bara almennt, djúpríki, svona hugmyndur djúpríki. Þú veist, bara þessi svona alþjóðlega, devos djúpríki. Bara eins og ráðherrar í stjórn Trumps talum, þeir tala bara svona á mjög svipum nótum, þeir taka þessa retórík mjög mikið upp, svo þeir vilja svona samsama sitt aldrei, svo þeir vilja ekki snúa baki við Trump, en svona það er svona en það er samt það var nú svona eitt af því sem að maður kannski skynjaði pinnlítið í Georgíu, það var að þessi staða er svo flókin, þú veist, ég meina, maður getur ekkert alveg svona bara svona með einhverjum einföldum hætti sagt, já, hér er komin flokkur til valda í Georgíu sem vill bara fara leið Rússlands, og georgíski draumurinn hefur náttúrulega verið gagnrýndur mikið fyrir það að í fyrra, og neila aðalmótmælin í fyrra fóru vegna þess að þingið ætlaði að samþykkja löggjöf sem er mjög í anda sem sagt, laga í Rússlandi sem beinast gegn svokölluðum erlendum agentum, og það er mjög frjálslega túlkað hugtak, þannig að í rauninni allir sem að eru í fjárhagslegu sambandi við einhverja utanlands eða vesturlöndum eiga þá hættu að vera beittir alls konar aðgerðum. Hvort sem það eru stjórnmálaöfl eða fjölmiðlar eða menntastofnanir. Þetta er mjög víðtækt í Rússlandi. Það er nú ekki eins víðtækt í Georgíu, en þetta vakti, þetta er rauninni svona, fannst manni kannski afskaplega klaufarlegur málflutningur, en á hinn bóginu þá sér maður bara að, ég meina, hvað geta Georgíumenn gert, þeir eru í viðskipti þeirra eru að langmestu leyti við Rússland, eru algjörlega háðir, Pútín getur skrúa fyrir súrefni til þeirra bara eins og ekkert sé. Ég er ekki alveg sem það sé samt svo mikið, vegna þess að helstu það er svona skipti máli, vegna þess að það fá olíu, en gasi frá Azerbaijan og svona, svo það eru helstu þessi ríki, nágrannaríki, svo Azerbaijan, Armenia, Tyrkland og svo sem eru helstu, og Kirgistan eru helstu útflutningsríki. En það er allavega mjög stór hluti að þeirra útflutningi fer til Rússlands, og það er að segja að það er ekkert inn í myndinni fyrir Georgíu að bara að snúa bakið við Rússlandi, og sama tíma eins og Valur var að nefna áðan, að þá er ekki formlegt stjórnmálasamband við Rússland, vegna þess að 2008 þá verður þetta stríð þegar að Rússarnir taka Suður-Ossetíu og ákveða síðan að gera hana svokölluðu sjálfstæðu ríki, þannig að þetta er mjög skrítin staða,
Og ég verð nú að segja sko að maður svona varð örlítið svona sympatískari í garð stjórnvalda í Georgíu við að skilja betur hvað er í húfi sko. Má þetta ekki vera að þetta sé bara svona raunsæispólitík í Georgíu að það var draumur það að tengjast Evrópu en síðan bara með því hvernig Úkraína hegðar sig gagnvart Úkraínu að þá verði Georgíumennum bara einfallega að horfast í augu við þær staðreyndir að kostnaður við það að halda áfram einhverjum Evrópusamruna getur verið bara innrásinn í landið og ef ekki bara setja það á hold og sjá til hvort það verði tækifæri annars alveg sama hvað okkur langar er ekki bara eitthvað svona, er ekki bara raunsæi þeirra sem að búa við hliðina á grimmu stórveldi? Jú, þetta einmitt lýsir þessu ágætlega og líka oft bara með smá ríki. Þau hugsa svona, við viljum bara halda góðum sambandi við flest ríki og það er þeirra dálítið, en svo ef við lítur á skoðanakannanir þá sem sagt mikill stuðningur við aðild að Evrópusambandinu, bara alveg 70% eða þessi ennþá. En aftur á móti, svo þegar fólk er spurt hvað er að svona staðsetja sig, hvernig utanríkisstefna Georgíu eigi að vera, þá eru 53% með því að eigi að vera hlutlaust. Svo þetta er svona mótsögn sko, en svona lýsir svo samt, sem við erum að tala að þetta er svona, menn vilja ekki dragast í einhver átök stórvelda, eitthvað svoleiðis og ekki styggja greinilega stærri ríki. Þau eru í stórveldaátökum og það er ekki bara Rússar sem eru að beita þeim ákveðnum hótunum, heldur vestrið að reyna að fá þau sem svona dæmi einhverja frelsisleið ríkis sem að Rússar eru að stoppa, eða ekki? Þannig er okkur sagt það fréttinnar. Ég meina að, það lítur þannig út og ef þú horfir á til dæmis þessa ályktun sem að Valur var að nefna áðan sem að hefur heitir því skemmtilega nafni Megobari ályktun og Megobari þýðir vinur á georgísku og þannig að það er að segja Bandaríkin er að tjá Georgíu vináttu sína með því að setja alls konar þvinganir fram gagnvart núverandi stjórnvöldum og ég meina að þetta á sér líka skýringar í því að Georgíumenn hafa snúið sér dálítið að Kína. Það voru til dæmis gríðarlegar hafnarframkvæmdir í Anaklía sem er rétt við Súkdíti á Svartahafsströndinni sem að Bandaríkjamenn voru með ætluðu að gera með Georgíumönnum og það slitnaði upp úr því fyrir 5 árum og svo nokkrum mánuðum síðar að þá vinnur kínverskt Singapúr fyrirtæki stærsta verkefnið í því og ég meina þetta er fjárfesting upp á mörg hundruð milljónir dollara til að byrja með og framkvæmdir sem eru planaðar yfir 40 ára tímabil og eiga að verða svona aðal höbbin í flutningsleiðinni yfir Svartahafið. Þannig að þar eru þetta líka partur af ástæðanum fyrir því að hvernig Bandaríkjamenn eru að hafa sér núna. Já, og Bandaríkjamenn eru þá dragað sér tilbaka út í okkur svona fjárfestingu með því að þeir eru með kröfum lýðræðisþróun eða hitt og þetta. En að því ég hef verið svolítið í Afríku, að Afríkanarnir segja það að það er svo þægilegt að skipta við kynverina því það fylgir því ekkert. Þeir bara vilja reisa höfnina og það er ekkert verið að segja að við þurfum að stekka millistéttina eða auka lýðræði eða gera hitt og þetta sem Afríkanarnir segja svo líka sem er ekkert í Evrópu sko. Því að Evrópu kemur alltaf með svona hræsti til okkar. Það er náttúrulega löng saga á samskiptum Afríku og Evrópu sem mun taka nokkur 100 ár að gróa. Ekki Trump með þessa hræstni. Nei, hann er nefnilega hann er bara eins og kínveri. Bara eins og business. En það er bara á síðustu árum ég held að bara Kínverjar sé orðin bara 4. stærsta viðskiptaþjóð í Georgíu og þetta er bara verið gerst á smá tíma. Svo þá kemur enn eitt ríki til að flækja málið. Okkur var nú sagt að það væri búið ákveða það að taka upp kínversku sem skyldunámsgrein í georgískum skólum. En draumur smáríkis er að vera góðu vinur allra og það var sömuleyti var það okkar staða í kaldastríðinu. Er það valkostur? Af því að við vorum að tala Georgíska draumi sem kannski er ekki hægt að framfylgja í raunsæi. Þessi hlutleysi stefna sem verið þurfa líka á þeim eins og hjá okkur, eins og líklega hjá öllum smáþjóðum að vera bara vinur allra. Er þetta raunhæft? Eða erum við kannski í heimi þar sem að þú endanum verður að taka ákvörðun og þá náttúrulega klessast smáríkin á milli? Það er oft hannig og maður áttar sig ekki alveg á því, þetta er svo mikil óvissa þarna og það voru þessar kosningar sem voru umdeildar en ég meina ÖSE samt lýsti því ekki yfir að þetta var eitthvað beinlínis var ekki að draga niðurstöðun í efa. Málega svoleiðis að það voru hnökrar ára eitthvað svoleiðis að það var ekki beinlínis að úrslitin voru nokkuð skýr Georgíski draumur vann, hvað fengu, 53-5%.
og svoleiðis og stjórnar næstan undir 40 þú veist þessar bandalag það en já það bara en núna til þegar við vorum þetta núna að þessi þá voru talsverð mótmæli og sérstaklega mitt svona í lok síðasta árs en þessi mótmæli sem eru vikulega núna fyrir framan þinghúsið þau voru mjög þróttlítil sko þetta orðið bara svona ritual það var svona tilfinningir sem maður fekk sko og það voru fleiri bandaríski fánar heldur en evrópskir og ég veit ekki hvað það átt að takna En getið lýst fyrir mér hvers konar fyrirbrigði þessi flokkur fyrir hvað hann stendur, hvernig Georgíu vill hann? Sko, er þetta hægri flokkur? Er þetta trumpista flokkur? Nei, eiginlega ekki. Hann á sér þessa sögu, það sem sagt 2012 eða 2013 fyrir geðu, þá lýkur seinna kjörtímabili Saakashvili og hann mátti ekki bjóða sig fram aftur og Bidzina Ivanishvili sem að er þessi auðmaður sem að hefur auður hans hefur náð hæsta verða alltaf fjórðungur af sem sagt, þjóðartekjum Georgíu, þetta er svona ævintýrlega stórt á hann mælikvarða hann sem sagt Þetta er svo Tórsararna 1920 Já, er það? Það er ótrúlega hvað þeir voru auðugir í samanburði við íslenska samfélagið sko. Ég meina, hann er náttúrulega bara eins og kóngur þessi maður og bara svona til að skjóta því inn í við dáðumst mjög að höllinni sem hann hefur byggt sér sem að gnæfir yfir Tbilisi og maður trúir því ekki fyrir maður sér það hvílíkt byggingin, hún er svo stór og rosaleg og er á stað þar sem hún sést allstaða frá og þetta eru hans höfuðstöður, ég held heimili líka þannig að þetta er mjög sérstök stað sem maður hefur og allir þekkja hann og margir njóta góðs af hans auði, hann hefur dreift peningum til ákveðina hópa og náttúrulega verið sakaður að kaupa atkvæði með þeim hætti og hann getur svo sannarlega gert það. En allavega, það er semst upphaf georgíska draumsins þarna 2013 og þá er þetta bandalag sem að síðan safnar til sín fleiri minni stjórnmálahreyfingum og hefur jafnt og þétt í rauninni styrt stöðu sína. Ég meina þetta er að mörguleiti getur maður nú sagt þó að þessi sigur hérna í haust sé það skýra að svindl hafi örugglega ekki haft neinn úrslit áhrif að þá er þetta samt þannig bandalag að það er eiginlega erfitt að sjá að það get ekki unnið af því það tekur þannig utan pólitíska litrófið og það er kannski líka alltaf dálítið hættulegt ef einhver flokkur eða flokkabandalag er í þeirri stöðu að bara eiga völdin Svipað í Ungverjalandi og fleira þar sem að flokkar komast til valda og þeir geta breyst karakter á leiðinni og þróast yfir að vera einhvern veginn svona valdaflokkar og eru bara með æðakerfið út í alla stjórnsýslu, út í alla fjölmiðla og eiga raunverulega samfélagið undanum. Fídes í Ungverjalandi var náttúrulega bara frjálshyggjuflokkur til að byrja. Hann er bara óþekkjanlegur. En ég held þarna með Georgíu að þú veist, þegar þú horfir á þetta svona, þá er þessi flokkur að reyna að fóta sig með flóknu pólitísku umhverfi og það koma skringilega hlutir eins og retorík sem að bara virðist vera úr versta trumpisma en svo er það líka svona skynsemi og pragmatismi og ég meina það er náttúrulega bara verið að reyna að lifa af í þessum heimi Ég meina Armenía er náttúrulega í svipari stöðu og jafnvel ennþá viðkvæmari heldur en Georgía og í rauninni getur maður sagt að öll þessi lönd, ég meina Asíulöndin 5, Kazakstan Turkmenistan, Kirgistan, Tadjikistan og Úsbekistan öll þessi lönd í rauninni móta sína pólitík algjörlega út frá sambandinu við Rússland Og líta kannski svo á að við verðum að búa til okkar eigin pólitík út frá raunveruleika sem við búum við getum ekki tekið eitthvað úr hillu frá ykkur af því það bara fittar ekki inn í raunveruleika sem við búum við Svo er það líka að vita það náttúrulega að Georgía er ekki á leiðin í Evrópusambandið í bráð það mun bara taka þá komum við aftur að þessu það er alltaf verið að svona moralisera hluti það er alltaf verið að segja þau þurfa að uppfylla svo mikið skilyrði og og endalaust og svo sjá menn að þetta er ekki að fara að gerast svona fyrirsjáanlegri framtíð svo að það er líka dregur úr trúnni á þetta En einu sem var sagt að Georgía var leiðin í NATO Já, það var 2008 og það var Bandaríkjamenn voru fylgjandi því og samt Úkraínu en þá var Evrópa ekki tilbúin og svo það var þessi Búkarest fundur 2008 þar sem
í raun og veru Merkel og fleiri og frakkar líka komið veg fyrir það, en samt þá komið sér klaufalega yfirlýsing reyndar í lok fundarins sem það sem var svona málamiðlun milli Evrópuríkjanna, stærstu Evrópuríkjanna og Bandaríkjanna það að Georgía yrði hluti af NATO, en aldrei var ekki neinn svona tímasetninga en eitthvað svoleiðis. Og þetta var bara málamiðlun og ég var nú að lesa En þetta raunveruleiki í stjórnmálunum þarna að leiðin til þess að vera með örugga Georgíu að gangi NATO svo Bandaríkja her geti varið á fyrir Rússum. Svipað hugmyndin í Úkraínu. Það var þá og það var náttúrulega Saakashvili var náttúrulega völd þá, þetta var bara hans stefna algjörlega og hann bara var að þrýsta á þetta var hans lína, bara vestræn samlögun og þá voru aftur verið að bera þetta saman við Eystrasaltsríkin, þú veist, bara taka strategíska ákvörðun það að fara bara að gera allt sem þarf til að fara inn í þessi vestrænu bandalög en ég meina bara lítur á legu Georgíu, þetta á allt öðrum stað, þetta miklu flóknari veruleiki. Þetta dálítið merkilegt maður horfir líka bara tilbaka til síðustu ára Sovétríkjanna að þá eru 4 Sovétlýðveldi sem að standa algjörlega sér á parti. Það eru Eystrasaltsríkin 3 og Georgía. Af því að þar var svo gríðarlega sterk þjóðernishreyfing og í rauninni þjóðernissinna hreyfing og þannig að Georgía kannski að mörguleiti lifðu menn svona í þeirri ég myndi bara segja blekkingu að framtíðin gæti orðið bara býsna svipuð og hjá Eystrasaltslöndunum en ég meina kúltúrin svo ólíkur og það svo ólík útreið sem að þessi lönd fá eða semst þeirra veruleiki í Sovétkerfinu svo ólíkur og meðan að Eystrasaltslöndin hafa öll náð sér mjög vel á strik og í rauninni vesterniserast ég meina þá hefur Georgía ekki gert það og svo kemur þessi forseti Saakashvili sem að náttúrulega mjög sérstakur persónuleiki fyrir það fyrsta en ætla síðan bara að koma með bara umbreyta samfélaginu yfir í svona alveg ultra ný frjálshyggju samfélag á bara mjög skömmum tíma og það náttúrulega leiðir til þess að það eru stofnunum bara slátrað eins og ekkert sé, það engin virðing eða áhugi og bara fyrirlitning á öllu því sem Sovjet og ég verð nú að segja, ég meina ég sem sagt kom þarna núna í vor, ég kom síðast til Georgíu árið 1998 og þá var ég að vinna þar í hálft ár reyndar í Abkhazíu en ég kom þá til Tbilisi nokkrum sinnum og vissulega búið að byggja nokkur stórhýsi í millitíðinni en bæjarbragurinn voða svipaður og svona fátæktin sem maður sér, sýnileg fátækt finnst mér vera bara svipuð meðan að Eystrasaltslöndin eru gjörbreytt frá því var þá. Alltaf borgirnar og svona þessi tilfinning sem maður hefur að því að koma á staðinu. Þið fóru líka til Rúmeníu sem ég svolítið velta fyrir mér að stundum heyrist manni að fólk þarna austur frá að það horfi svona til Bandaríkjanna vernd í öryggismálum ekki mikið að stóla á Þýskaland eða Frakkland eða eitthvað svoleiðis, þannig að horfi svolítið yfir það og líka finnst manni það í sambandi við stjórnmálaþróunina að þar séu kannski svona valkostirnir einhvers svona trumpismi með einhverjum hætti, svona nýja hægrið og svo kannski einhverju flokkar sem eru að vísa til Evrópusambandsins og annað slíkt að sósíaldemókratar og fleiri eru meira og minna horfnir út úr þessu löndum einstaka undantekningum reyndar. Hvað getið þið lýst verið með stjórnmálum í Rúmeníu? Það voru náttúrulega þegar við vorum þarna úti þá voru forsetakosningar þar fyrir umferðin og þá leitum við út fyrir að þessi Simeon sem var fulltrúi þessara svona trumpistana þarna og hann var líka á bandi Rússa að hann myndi vinna en svo snerist þetta og það voru allir sem fylgdu hinnum sem var einhver svona miðjumaður samt en fór fram sem sagt alveg sjálfstæð óháð flokkum og það er greinilega sem þurftið út af það svo ofboðsleg gagnrýni á þessa mainstream flokka þarna miðhægri og sósíaldemókrata flokkur þarna líka bara það er svo rótgróin
svona skoðum þar að þetta er svo spiltir þessi flokkar að það sé ekki hægt að styðja svo þetta er líka mótmæla atkvæði gegn þeim. Nú, náttúrulega Rúmenía spilar mjög stóra rullu núna bara út á Úkraínustríðinu og þarna eru Bandaríkjamenn að reisa sínu stærstu herstöð í Evrópu og ef allt fer fram sem horfir þá hún stærri heldur en í Ramstein í Þýskalandi. Svo að þeir, þannig Konstanza og svo að þeir skipta miklu máli en pólitíkin þarna það er engin þetta svona dálítið mótsamkvæmt þessu segi Simeon, hann tala bæði vel um Trump og líka Rússa þú veist, á móti stuðningi við Úkraínu svo það komin einhver þreyta í það þarna í Rúmeníu Þetta hljómar svolítið eins og Orbán Já, nákvæmlega, það er svona ákveðin þeir eru ekki komnið á þennan stað þetta er klofið samfélag það má orða það þannig, þetta er klofið samfélag og svo að maður svona skynjar og svo bara þetta líka endurspeglar bara efnahagsveruleikan þarna ég meina það er mikil fátækt þarna ennþá ég meina það er kannski 24-5% sem er undir fátækarmerkum þarna og þetta er líka fólk sem hefur bara ekki notið góðs að þessari aðildina að Evrópusambandinu og þessari Evrópuvæðingu finnst þetta og þessna er líka má örugglega útskýra þessa gagnrýni á elítur og eitthvað svoleiðis og þessi bara ganga erinda Evrópusambandsins og einhverja svoleiðis retorík í gangi og svona bættur hagur farið bara til örfárra og Já, mikið þannig, hugsað þannig og meðan sko elitan talar mjög mikið við erum bara að standa með okkar bandamönnum við NATO og Evrópusambandi en þá þetta eins og kom fram í þessum kosningum sérstaklega þetta í fyrirumferðina að þá forsetakosningum að það er einhver undiralda þarna sem svona einhver gegn svona hugmyndum. En það er líka sko Rúmenía er allt öðruvísi land heldur en Ungverjaland eða Úkraína til dæmis. Ungverjaland náttúrulega einkennist af mikilli þjóðernissinnari pólitík sem að Orbán hefur tekið algjörlega upp og Úkraína í rauninni sko nú þarf maður að fara varlega þegar maður fara að tala þjóðernishyggju í Úkraínu því það er svo mikið rugl í gangi það sko en nýnasistar Já, en þegar ég segi þjóðernishyggju í Úkraínu þá er ég alls ekki að tala nýnasism bara alls ekki, heldur þá staðreynd að það hefur verið eitt af mikilvægustu málum Úkraínu frá bara hruni Sovétríkjanna að halda utanum Úkraíns þjóðerni vegna þess að það var alltaf í hættu gagnvart yfirgangi Rússa. Það er ekkert nýtt það sem er að gerast núna að því leyti og þess vegna þá til dæmis er því algjörlega hafnað að stilla upp einhvers konar federalríki í Úkraínu strax þarna 91 sko, 92 og það er líka sko í rauninni svona viss fjandsamlega afstaða gagnvart mörgum þjóðabrotum sem þar búa en í Rúmeníu hefur pólitíkin verið alveg þveröfug að þar hefur verið sko unnið mjög mikið að því að byggja upp fjölþjóðlegt ríki og þannig að ríkisvaldið sko sér mjög meðvitað raunverulega sko hvað samfélagið er flókið og þetta gerir líka verkum að sko það gerist eitthvað svona eins og það sem maður sá í milli umferðana, ég meina þegar maður sunnudeginum hvað þriða fjórða þegar þessar kosningar voru ég meina maður er með 40% þetta var bara búið spil sko, það var augljóst að hann hlyti að taka þetta í seinni umferðinni og hinn með 20 en þessi með 40% hann fekk bara 5% viðbútt en hinn fekk allt og meina fólki sem við vorum að tala við þetta í vikunni í háskólanum meina, þú veist, það var bara ok, þetta er bara það sem er að gerast bara því miður, við erum að fara þessa leið líka Við séum þetta í Frakklandi, svona sveiflu Akkurat, ég meina þá sér og þetta finnst mér vera til marks það að sko samfélagið í Rúmeníu er kannski miklu sterkara þetta pólitíska samfélag heldur en fólk bjóst við að fólk hafi haldið. Og það er svona tengt umræðu stjórnmálaþróun ekki bara í austrinu, heldur líka svo sem í vestrinu að þá er oft látið eða kannski er það raunveruleiki að svona röddin fyrir því að verja það sem var og við eigum, bara valddreift lýðræði og sjálfstæða stofnanir og svona, að hún frekar veik gagnvart sko öflunum sem að segja spilling og elítur og eitthvað fleira, þannig að vantar rödd, kannist bara vantar pólitíska fórust í Evrópu, það yfirlega endrómur af því að það enginn til þess að standa upp og segja hverju valkosturinn á móti Farage eða Le Pen eða
eða Alternative for Deutschland eða ný fasistarhreyfingum í Ítalíu og þar eftir götunum. En hljómar eins og þú sett að lýsa því að það fyrstu svona smá von að þarna einhver borgarstjóri sem að næra samin alla og allir sjá eitthvað að við verðum að gera eitthvað annars dettum við yfir í tröppisma. Já, ég meina það sem við erum að horfa á er að hávær minnihluti er að taka völdin. Ég meina það er ekki meiri hluti í Bandaríkjunum bak við Trump. Það er minni hluti sem að meiri hlutin leyfir að komast til valda. Og þegar maður sér í Rúmeníu og Frakklandi að meiri hlutin leyfir þessu minni hluti ekki komast til valda, þá er það vissulega eitthvað sem að, það getur verið afleiðing af veikleika þessa lýðræðiskerfis sem að oft talaðum okkar gildi og allt þetta. Það er vegna þess að lítil minni hluti getur náðu völdum innan stjórnmálakerfis sem að stór hluti almennings hefur misst trú á. Þannig nær Trump völdum. Og þannig En svo líka, þetta verður mjög erfitt að stjórna núna, vegna sérstaklega, núna er fjárlaga hallinn í Rúmeníu er svo langhæst í Evrópu. Er bara 9,3% af þjóðarframleiðslu. Svo að það þýðir og þá náttúrulega við verðum mikil þrýstingur frá Evrópusambandinu að lækka þetta, því annars kemur þetta niður á styrkjum við innviðauppbygging og svo frá Evrópusambandinu eða lækkar ekki en fjárlaga alla, svo að þeir standa fram og það getur það þýtt enn meiri að þessi andstöðuöflun styrkjast enn frekar. Svo þetta er mjög erfið stað, þetta bara komið alltaf óvart eins og við erum að ræða og svo þess að gerist náttúrulega líka til í Þýskalandi eftir að þessi nýja stjórn komst það til valda, ég meina þá AfD bara er leiðin upp. Þetta er alltaf skrítið þegar þetta er komið, þessi flokkar þeir voru nú alltaf áður fyrir svona mestalagi 15-20, nú er þetta bara, fara að nálgast 30% og svo AfD. Og þá er umverulega ekki hægt að stjórna nema Nei, þá það er búinlega erfitt að það er ákvörðun sem hefðbundna hægri tekur að valkostirnir eru að vera með eitthvað duglausa ríkisstjórn yfir miðjuna eða bara kyngja ælunni og mynda ríkisstjórn með nýja hægri. Þetta er þess sem íhaldsflokkar standa alltaf framifyrir, hvort sem það er á dögum fasista eða eins og gerist bara í Þýskalandi 33, það voru náttúrulega íhaldsmenn sem komið til valda raun og veru með að mynda næsust undir valda með að mynda með þeim samstöðustjórn og þetta er akkurat þetta vandamál sem þessir íhaldsflokkar standa framifyrir alltaf, eigum að vinna með þeim. Þetta er í Hollandi, þetta er í Svíþjóð og þessi frelsisflokkur hefði orðið þannig á Spáni ef að kosningarnar hefðu farið eilítið öðruvísi. Þannig að sumuleyti er þetta þróunin sem við erum að horfa upp. Já, en kannski ég meina það er líka valkosti fyrir flokka eins og ef við horfum á Bretland, ég meina hvort er það betra fyrir íhaldsflokkin að sætta sig við stórt tap gagnvart verkamannaflokknum eða að fara í bandalag með Farage, Það er ekkit augljóst að það sé betra að búa við tímabil lélegs fylgis eða sameinast öflum af þessu tagi. Þannig að það muni leiða til svona niðurbrots á stjórnmálakerfinu en svipað og er ákveðin hætta að sé að gerast í Bandaríkjunum. Það sem er verið að mjög ákveðið að vera að reyna að brjóta niður svona valddrift opið lýðræðiskerfi, þrengja málfrelsi, þrengja frelsi háskóla, þrengja frelsi fjölmiðla og svo framvegis. Það er náttúrulega verið að bara brjóta niður lýðræðislega stofnanir og ég meina að því leyti Bandaríkin eru á nokkurs vafa eitt af sterkustu lýðræðisríkjum í heimi að þú horfir á bara styrk þeirra sjálfstæðu stofnana og svona réttaríkisins þar en maður sér það bara á því sem er búið að gerast núna nokkur mánuðum að ef að Trump hefur nægan tíma þá getur hann líka eðlilegt þetta að bara eina vonin er að þingkosningar 26 sem getur stoppað. Mér talandi það að það búast allir við því að demokrati muni vinna það og það bara gerist það heila alltaf það er sá flokkur sem tapar þessu midterms en þess vegna er líka svo teóri núna í gangi að hann sé að flýta sér svo mikið að ráðast í svo margt áður hann hefur þarna fram að þessum kosningum en Má ég aðeins fara aftur í Austur-Evrópa því að það er náttúrulega stríð í Úkraínu
sem að ekkert fyrir svo löngu síðan var langt í burtu fyrir Ísland. En núna þetta einhvern veginn með Evrópu samruna og öllum þessum hugmyndum, en þá þetta svæði sem að hefur verið svolítið dregið inn í okkar heimsluta. Og þetta viðkvæmt svæði, þetta löndin þarna í sumur löndum var bara hoggið niður öll grunnkerfi sem að voru þar og þó að hafi verið þar þú veist, einhver velferðarþjónusta og eftirlaun og ýmislegt sem að var þarna að einhver leyti hafa hrunið og þetta svona riðbelti og glundróða svæði og pólitíkin ber svolítið lita því. Þess vegna eru svona trumpistar sem að vaða uppi, það eru oft í það sem hefur verið vonbrigði og annað slíkt. Fyrir okkur Íslendingar, þú skoðað mikið svona öryggismál. Er eitthvað svona leið fyrir okkur Íslendingar að segja, þetta bara svæði, þetta svo flókið og það bara ómögulegt að spá því hvernig þróunin þessu verður. Við skulum bara ekki vera að horfa til þess svona næstu 50 árin. Við skulum við erum bara lítið land og við skulum ekki vera að blandast inn í einhverja stórveldistafl í kringum þessi svæði. Sámöguleiki ekki fyrir hendi eins og staðan núna. Við erum náttúrulega búin að vera hluta þessu frá upphafi og líka beðra með þessari skýru afstöðu sem stjórnvöld hafa tekið þessu máli alveg frá upphafi. Og það bara mikil áhersla lögð á það eins og við vitum inn í NATO og svona allir leggja sig þar fram í þessu og svo líka Evrópuríkin að bara náttúrulega það sem hefur gerst náttúrulega með Trump að það ekki hægt að líta svo á þó þið segja ekki opinberlega, það ekki hægt að treysta Bandaríkjunum, menn að það var litið svo á til dæmis á fyrra kjörtímabili Trump, þetta getur gerst, þetta bara slys, en nú svo gerist þetta aftur og þetta getur gerst aftur. Svo núna Evrópa augljóslega undirbúið sig undir það að vera sjálfstæðari bara í öryggismálum almennt, það alveg augljóst og þetta er strategía, en það mun taka þau. En hefur hún eitthvað styrk í það? Það sem ég að spyrja það er bara svo margt að gerast til þess að Evrópa verði sterk. Nákvæmlega. En þetta það sem svona menn svo Merz að tala núna og hann alveg, sem var náttúrulega bara transatlantik var alveg fylgjandi mjög sterku samstarfi við Bandaríkjana hvernig hann talar, þá hann alveg komin á þessa línu. En svo alveg rétt, það líka svo fyrir eftir bara hvað að gerast innan þessar ríkja, bara í kosningum og svona, hver komast valdi í þessu ríkjum, hvort það verið stuðningu við svona stefnu. En alltaf skipti máli í þessu samhengi náttúrulega þessi nýja lína Þjóðverja. Allavega enn sem komið þó að sé náttúrulega þetta þetta allt mjög umdeilt líka í Þýskalandi, maður gleyma því. Þú veist, það ekkert ykkur, þú veist, þeir eru svona eins og kom fram í stefnu síðustu stjórnar undir Scholz, sem hann var alltaf mjög tregur til að senda vopn og tók langan tíma og eitthvað svona alltaf að samþykja. Svo það má alveg búast yfir því að einhver tímapunkti að verði einhver andstæða eða við vopnasendingur og eitthvað svona, þetta var betur að koma í ljós. En þessi lína samt, eins og ég að segja, það alveg augljóst að það allir að tala svona innan Evrópu, þú veist, ef með stærri ríkjum, þú veist að það verður að gera eitthvað og hvort sem það tekst veit ég ekki og það veit það enginn, svo staðan í dag. En svo líka bara, ef maður horfir bara á síðustu daga, hvernig hegðunin hefur verið hjá Rússum, að það svona það einhvern veginn eins og það ekkert að koma, það ekkert útspil að koma og það er rauninni haldið áfram með svona maximalískar yfirlýsingar í sambandi Úkraínu, þannig að það virðist ekki vera neitt vilji eða áhugi á því að gera eitthvað sem að stoppa stríðið mjög fljótt. Það eins og Rússa metið eða Pútín og félagar að þeir séu með það góða stöðu að það verði alltaf betri staða við samningsborðið á morgun, þannig þeir halda bara áfram. Já, það er örugglega þannig og það er ekki virðist rússneskur efnahagur vera bara mjög sterkur ennþá. Menn að það er allir þetta er svona alveg öfugt við það sem var alltaf sagt íslenska bankakerfið árið 2007. Það var sagt langtíma horfur bankana eru góðar, skammtíma horfurnar ekki svo. Nú það er alveg öfugt sagt um Rússland. Það er langtíma horfurnar eru slæmar, þær eru vonlausar, en það er ekkert að gerast sem að bendir til þess að það sé eitthvað að fara að hrynja. Það er nóg til að peningum og það er til dæmis talað um það að jafnvel þó að olíutekjurnar dragist verulega saman, að þá muni þá sé búið að búa það vel hnútana að það sé bara dálítið langur tími sem að það getur varað án þess að það hafi verulega áhrif á efnahaginn. Og það er alltaf búið að gíra hann inn á
bara á stríð, þetta stríðsekonómía. Auðlindadrifið stríðsakerfi. Já, og það veruleiki sem að virðist vera bara í rauninni það sem að stjórnvöld í Rússlandi að miða á, og það þýðir gríðarlega hernaðar uppbyggingu áfram, algjörlega óháð því hvort það stríð eða ekki í Úkraínu. Stríðið per se fer að skipta einhvern veginn minna máli í þessu sambandi, sérstaklega þegar þeir geta líka hort á það að það geti bara vel farið svo að Trump og Bandaríkjamenn þar með fari að eiga samskipti við Rússland bara gleyma þessu stríði, bara normalisera samskiptin og fara inn í það. Þannig að Evrópa er að horfa á eiginlega hvað sem gerist á hernaðar uppbyggingu í Rússlandi sem að verður að svara. Það er ekkit hægt að láta Rússa byggja sig upp þannig að þeir séu orðin sko veruleg ógnun við alla Evrópu eftir 2-3 ár, öðru sen að bregðast mjög ákveðið við því, og það neyðir eiginlega Evrópu til þess að taka sér saman í þessum hernaðar. Það er í vopnakaflum. Já. Það er í sögunni að þá er hringt bjöllunni og spurt eigum við ekki að slaka þess á vopna uppbyggingunni. Það er betra fyrir, þá getur þú farið út í einhverja atvinnu uppbyggingu þarna í Rússlandi í staðin fyrir að eyða öllum auðlindagróðunum í því að byggja upp her, og þá getur við haft betra samfélag til lengri tíma, og við þurfum ekki að fórna velferðarríkin okkar í vesturinu. Ég meina, það voru viðræður kjarnorkuvopn að reyna að hefta vopnakaflu við á sínum tíma. Er þetta bara ekki... Þetta er ekki raunhæft núna. Ég meina, Sovétmenn stóðu náttúrulega frammi fyrir því alveg bara mjög lengi að vilja draga úr þessu, og ég meina, þetta er hluti af því sem að eyðilagði gróf undan þessu ríki, en í dag að þá virðast rússnesk stjórnvöld bara vera búin að ákveða það að þetta sé málið. Það er engin, við getum farið í Pútín er búin að vera lengi við völd, en ég myndi segja alveg frá því svona 2012 að þá hefur í rauninni áherslan á það að halda völdum verið númer 1, ekki infrastruktúr uppbygging eða kerfisbreytingar eða neitt slíkt, heldur bara að treysta völdin og halda þeim, og núna að þá virðast rússnesk stjórnvöld líta þannig á að besta leiðin til þess að gera það sé að halda áfram að gíra samfélagið inn á þetta sé málið, verja tilvist ríkisins fyrir ógnum úr vestri og að utan. Það er oft góð leið fyrir stjórnvöld að halda völdum, að benda ógna utan. Og það sé bara pólitíkin í þessu, og svo vill svo til að hernaðaruppbyggingin færir eitthvað svona efnahagslegt aktivitet sem lítur út kannski eins og hagkerfi, en það sem að þú ert að langtíma horfurnar er það að Rússar er ekki að byggja upp svona framtíðarsamfélag. Það er ekki að vera að byggja framtíðar atvinnuvegi, heldur þetta fyrst og fremst bara auðlinda arðurinn sem er notaður í hernaðaruppbyggingu. Já. Svo má líka vera að setja þetta líka eins í stærra samhengi að náttúrulega Kínverjar vilja heldur ekki að Rússar tapi þessu stríði, Svo það þýðir að þeir eru orðnir helsti bakhjarl Rússa, og náttúrulega þetta skiptir Kínverjana máli líka bara í svona geopólitík, öllu svoleiðis, að þá geti þeir unnið með Rússum, þó þetta sé ekki formlegt bandalag, að þá er þetta orðið mjög náið samskiptið þarna, og augljóslega þetta spila líka inn í. Þið voru að tala kosningarnar í Rúmeníu. Er möguleiki á því að kannski fyrir hálfu ári síðan hefðu við sagt að ef að Trump vinnur að þá má ég búast við því að svona Trump líkir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar muni sækja á, eins og hefur gerst í Þýskaland og víðar. En svo erum við með dæmi eins og í Kanada sem er náttúrulega svolítið sérstakt út af nálæðinni við Bandaríkin, en líka svo sem í Ástralíu að það verður eins og svona, ég ætla að kalla svona backdraft, að þegar að Trump valdi því að það fylgi fari frá þeir sem eru líkir honum. Er þetta möguleiki að þetta er líka dálítið hætta fyrir þessa flokka, þessa populistaflokka eða þessa róttaka hægri flokka, er þetta, ef þeir fara algjörlega inn á þessa Trump-línu, þá getur það veikt á, því að Trump er svo óvinsæll í þessum Evrópuríkjum. Eins og Farage, hann vist ekki nefnt Trump núna. Hann enda að tala það, hann búin að taka svona vinstri línu núna, það er hans nýjasta, þetta var alltaf eitthvað svona viðskipta, vinna, bara, hann er alltaf öðruvísi típa og pólitíkus, en hann er ekki áherslu á það núna, og
Já, svo þeir vera að spila þetta og þetta kemur svolítið fram sko vandamál sem svona þessar skapar Meloni og hún svona dálítið þá erum við að setja það hún vil halda góðu sambandi við Trump og svona, en hún vil líka halda góðu sambandi við Evrópuríkin og þessi stæðstu vegna það líka Ítalía, það sem Ítalía og Ítalar vilja alls ekki það að þessi stærri ríki Evrópu eins og ríki eins og Þýskaland, Bretland og Frakkland dómineri, þeir vilja vera þetta með og þeir verða alltaf mjög móðgæðir ef þessi stærri ríki eru svona hittast einhver einstök málefni og þeim ekki boðið. Eins og hefur verið að gera undanfarið, þá meira þess að taka þau Pólland með en ekki Ítalía. Já, og svo þetta alltaf mikið atriði og fyrir Ítala að verða ekki svona settir í næsta flokk fyrir neðan. Svo hún að spila þetta, svona einhvern veginn að navigera þetta einhvern veginn, þetta mjög erfið staða sem hún í og líka svo þetta Salvini sem náttúrulega hinn hægri populistin á Norður Ítalíu aðalega Lega að hann bara komin algjörlega á Trump-línuna sko. En hún ennþá samt sko, hún miklu vinsælli en hann sko, en þetta bara að benda á þetta líka tvíeggja sverð þú veist Já, og það líka dálítið skondið með Meloni sko, að því að hún í svo góðu sambandi við Trump að það svona ákveðin gjaldmiðill, ég meina það er svona svo sósíalistaflokkurinn gagnvart Sovétríkjunum í gamla daga sko, Meloni svona sú af Evrópuleiðtogunum sem getur helst náð til Trump. Ja, hún hefur verið á fundum sko hjá Repúblíkanaflokki Trump eins og Orbán, það eiginlega hún og Orbán sem eru þau sem hún svo náttúrulega fara að sem hefur bara sérstakur vínur Trump og fyrir. En hún leggur allir mjög miklu áherslu á þetta snýst ekki að velja milli Evrópu og Bandaríkjanna. Það það sem hún leggur miklu áherslu á. Meðan margir þessar populistu flokkar svo krítiskir á Evrópu og Evrópusambandi. Hún náttúrulega mjög klókur politikus, Meloni sko. Já, hún hefur haldið vinsældu sínum öfugt við eiginlega öll stjórnvöld í Evrópu. En hún kannski svona dæmi það að það kemur svona, þetta flokkur sem á hreint og beint rætur í fastaflokki Mussolini eftir stríð, eftir að Þjóðverjarnir fóru. Hún oft ekki sem dæmi það að þessi flokkar geta komist til valda, en þá eru þeir kannski ekki svo ólíkir. Ákvarðan sem hún að taka eru bara sko svipar og hafa verið tekið áður. Já, þetta einmitt sko eins og með Hanna, hún á þessa fortíð, hún bara fór í gegginn af flokkur og bara 15 eða eitthvað sko. Hún búin að vera þarna, og þetta nýfasista flokkur, þetta nýfasista, hún þrífst í þessu umhverfi, en svo hún spurði því hver uppáhalds stjórnmálamæðurinn og þá segir hún það Reagan. Og þá komið annað það þessi flokkar stundum þeir taka eins og hún svona taka upp íhaldsskildi líka þetta ekki bara aðgreina sig frá íhaldsmönnum þetta líka taka eitthvað úr stefnuskrá þeirra og líka náttúrulega til að vera sín ofan á sko. En svo þetta miklu flóknar þetta ekki bara það að íhaldsmenn alltaf verða einhvern veginn að gera upp þessu hvort þeir vilja starfa með þessum flokkum eða ekki þeir verða líka kannski bara taka þeir líka þeirra eigin gildi og þá bara verða þeir undir þessi íhaldsflokkar sko. Ég veit ekki hvað ég má tóku langt inn í svona þessar pólitísku breytingar sem eru en því er haldið fram að við séum bara fyrir löngu komin inn í tímabil populíska stjórnmála og þannig að svona eftir stríðsára stjórnmálin með svona klassíska hægrið og svona sem við erum að reyna kannski til þess að átta okkur á og maður gerir það stundu þegar maður er að tala um stjórnmál í öðru löndum og segja að þetta er svona sirka viðreisn og þetta er svona sirka miðflokkurinn en það er ekki endilega þannig sko. Það svo þú ert að lýsa það getur verið ef maður kæmi frá eftir stríðsárunum og var að horfa á Meloni að þá bara stangast þetta á og ég tala ekki um alltaf að fá Trump að reyna að útskýra efnastefnu Trump að þá bara gengur hún ekki upp með þeim tækjum sem við höfðum áður. Og kannski erum við bara komin inn í sko, svona stjórnmál eins og þú ert að tala um að Farage að því að til þess að fjarlæga sig frá Trump að þá hann alltaf byrjað að hljóma eins og svona vinstrimaður frá 1980 eða eitthvað. Þannig að kannski erum við bara í stjórnmálum sem bara eiginlega vonlust að Þetta reyður á. Við þurfum að fara bara í endurmenntun. En sko, ég meina, við erum með þetta í tímabili endurvinnslu hugmynda. Ég meina, það eru öll 20. öldin einhvern veginn undir. Það fólk að grípa stærri nöfn og minni nöfn og taka upp hugmyndir og svo fræðins. Ég meina, hugsaðum Steve Bannon til dæmis hjá Trump sem
sem sko einn helsti aðdáandi Lenins sem ég veit til í pólitík og ég man nú eftir að hafa lesið grein eftir hann Ragnar Þór þegar hann var hjá VR fyrir nokkrum árum sko, það sem að í Morgunblaðinu sko, sem var ágætis dæmi þetta, það var blanda af alls konar hugmyndum sko. Sumar voru úr frjálshyggjunni og sumar voru bara hrein marxískar og þetta fannst honum greinilega alveg sjálfsagt mál, þannig að ég held að hvað það populísti ekki, við erum með þetta á tímabili þar sem að það er bara hægt að vinna með gamlar og nýjar hugmyndir eins og hverjum sýnist. Og það getur þýtt það að gömlu hugmyndina eru raunverulega dauðar en fólk er bara að leika sér að því að taka svona minningar af því og Steve Bannon er gott dæmi sem eiginlega lýsir sko þessu maka hreyfingunni sem bara populískri byltingu og notar það hugtak og það hefur svolítið aðra merkingu í Bandaríkjunum því það var svona populíska hreyfing sko sem að sumi er eiginlega vinstri sinnu svona í Kansas og víða, þannig hann vísar í það að þetta sé eiginlega bara uppreisni alþjóðunar sem að varpa af sér gerðspiltu alþjóðavæddu kapítali sem að stundum er svona næstu eins og gyðingaandúð þegar það er sagt og elítum og hvað fleira. Tala líka gegn Musk, hann hattar Musk líka. Það eru bara mestu andstæðunir í bandarískum stjórnmálum er Musk sem er á annar öxlinni á Trump og Bannon sem er á hinni. Já, Bannon er nú reyndar ekki á neitt öxl, hann er búið að vísa honum til hinstu myrkur í bili. Bannon þetta væntum að hann hefði heyrt þessa lýsingu. Hann gerir svolítið meira úr áhrifum sínum heldur en en hann talar svolítið inn í svona þann hluta kjósenda sem að kemur oft til umræðu við Rauðaborðið þegar að tala Trump sem að hvernig Trump tókst að ná alþýðumanna í riðbeltunum sem hafðu eiginlega mist alla trú á kerfinu. Að hann náði því og þá segja sósíalistar og vinstri fólk eitthvað hvernig gátu við mist þetta, þið kannast við þetta sama með Le Pen í riðbeltunum í Frakklandi, allt henni frá Deutschlandi í Austur-Þýskalandi, Boris Johnson þegar hann náði kosningasigrinum í norðurhéruðunum í Bandaríkjunum, í Bretlandi fyrir. En þegar þú setur þetta svona upp sko, sem sagt, þá er allt í einu, þú býr til hugtaki populismi yfir þetta allt saman. Og ég er ekkit viss að það sé endilega málið sko, að þarna sé einhver populismi sem að lítur svona út og við getum einhvern veginn skilgreindan og lýst honum svona einn átt. Ég meina þetta er flóknari staða þar sem að við erum ekkert sko þessar ideológísku kategóriur sem að fólki fannst svo sjálfsagðar á 7. og 7. áratug síðustu aldar að þetta virtist bara vera nánast einhver lögmál það hvernig pólitíkin ætti að vera, að þær eru bara farnar út í veður og vind og ég meina svo hefur fólk náttúrulega áhyggjur af því að þetta þýðir líka að það sé sko sjálfur sannleikurinn sé bara farin til andskotans og einhver postsannleikur sem er eitthvað allt annað. Ég held að þetta sé aldrei yfirdrifið sko vegna þess að við verðum líka sko held ég að hafa í huga að sko pólitík eftirstríðsárana og þessara áratuga bara megnið af öldinni sem var eftir var í rauninni konsensusdrifið eða svona gekk út á einhvers konar allsherjar samkomulag og sko það er munur á sem sagt sannleikanum og konsensus eða svona sameiginlegri sín og til dæmis eins og þegar við minnst alltaf þá áttu við það að á eftirstríðsárunum hafi verið svona samkomulag það að við værum á leiðinni til aukins jöfnuðar, að við myndum lyfta upp réttindum svona hópa sem var á jaðrinum þó svo að það þýðir ekki að það við höfum verið að ná því eða það hafi verið í raun en stjórnmáli voru háð innan þess leikval. Já, ég myndi bara segja að svona boðvald flokkakerfisins var bara ekki véfengt. Svona bara var þetta og núna er það bara ekki lengur þannig og ég segi fyrir mig bara sem betur fer sko, en auðvitað er heimurinn miklu skrautlegri og óræðari og ég held sko að það er líka fjölmiðlarnir sko, mér finnst alltaf aldrei fyndið sko þegar fólk er að hafa svona ofboðslegar áhyggjur af félagsmiðlum og því hvað þeir eru eitraðir og hvað er mikið af rugli og disinformasjón og allt svoleiðis af þeim að þá verða sko meginstraumsfjölmiðlarnir allt í einu bara eins og ljósið í myrkrinu, bara það sem að sannleiks, þú veist, sem miða bara að sannleikanum og blaðamenn bara leiddu í ljós með einhverjum stórkostlegum hætti sannleikan í stórum málum. Menna, það er líka þannig með eins og Chomsky
fjallaði nú á sínum tíma, sko, það aftur þessi sem hann kallaði manufacturing consensus. Það að segja að consent fyrir fjölmiðlar styðja valdið. Já, það þeirra hlutverk og ég held að við mættum nú alveg sko horfa tilbaka á þessa gömlu fjölmiðlagagnrýni og sjá bara við erum bara einfaldlega í umhverfi sem að breytast mjög hratt og það erfitt að fóta sig í því, en ég held að það sé kannski, það ekki þar með sagt sko við stöndum frammi fyrir einhverjum ofboðslegum ógnum og það sé bara alltaf hrynja því að þessi gamli konsensus eða hvað við köllum það einhvern veginn ekki lengur fyrir hendi sko. Það náttúrulega tilfinning sem fólk hefur að þegar heimsmynd fer og önnur ekki fædd, að þá þessi óöryggistilfinning sem held ég sé bara mjög ríkjandi í okkar heimsluta. Svona þessi hugmyndum óvissu. Og það ákveðin svona líka svona trend, sko. Þú veist eins og að tala þetta hugtak competitive authoritarianism, bara eins og í Ungverjalandi og þessum löngum, það kosningar haldnar en það ekki, en ég meina dómskerfið og fjölmiðlar. Já, en ákveðin eins, mjög svipað. Stemdi í Póllandi. Gæti orðið í Bandaríkjunum. Já, það akkúrat sem mennir að spyrja sig núna hvort þetta muni geta gerst í Bandaríkjunum. Þú veist, þetta líka, þetta alveg að gerast líka. Já, þetta hluti af svona populísku stjórnmálum, en það líka þannig að eldri flokkar, að þeir taka á sig populískan blæ, að þeir heyja sína kosningabaráttu með öðrum hætti. Það mætti skoða þróun sjálfstæðisflokksins síðastliðin 4 ár að tekur inn svona populíska tilraun til endurfæðingar. Það má velta fyrir sér sko stöðu Kristrúnar Frostadóttur inn í samfylkingunni sem svona populísk fígúra inn í þessu sem kemur inn og flokkurinn bara kýst að verða hún, sem mjög populísk svona ekkert svipuð, ég held að hún sem svipaða stöðu inn í samfylkingunni og Inga Sæland inn í Flokki fólksins. Raunverulega sko, og með sleggjuna, ég ber þetta niður og þannig að stjórnmálinn byrja að taka svona blæ inn að populísku stjórnmála. En það eitthvað nýtt að sterkir leiðtogar er það eitthvað nýtt að sterkir leiðtogar þetta setja þetta í samhengi beint við popúlisma? Er ekki Davíð Oddsson populisti sko? Hann það. Já, samkvæmt þessari skilgreiningu. En svo eru líka náttúrulega bara að líta á þætti sem sko þessi flokkar, þennan sem við erum að tala sérstaklega þessi svona hægri flokkar, róttæku hægri flokkar, eiga sameiginlegt og sem íhaldsflokkar eru líka mikið að taka upp, það náttúrulega bara þessi andstaða gegn innflytjendum og innflytjendastefnu. Það það sem sameinar þá, rosalega mikið, allstaðar. Og það geta þið talað og það svo áhugavert líka þegar við erum að tala þessa flokka. Þetta eru þjóðernisflokkar oft á tíðum, leggja mikla áherslu á þjóðernishyggju. En svo líka þetta þverþjóðlega, sko. Þið geta kannski hist og eins og gerist þetta á Spáni, það ekki í febrúar eða mars, þar sem var haldin ykkur ráðstefna sko Make Europe Great Again og þá voru þessi populistaflokkar sem Orbán og fleiri sem Wilders frá Hollandi og Le Pen mætti líka, þú veist, sem þessi flokkar eiga ákveðna hluti sameiginlegt sko, sem svona og líka einhverju frá Bandaríkjunum, frá Trump og ég meina og svo alltaf sem líka og þetta kemur inn á þetta sem varst að segja þessi konsensus stjórnmál miklu undanhaldi, hver hefði trúað því að forseti Bandaríkjanna og hans stjórn myndi tala máli AfD í Þýskalandi en ekki þú veist, kristilegra demokrata eða eitthvað sko, þetta alltaf alveg gjörólíkur veruleiki sko. Og benda á óheilla þróun í stjórnmálum Evrópu ef það ætti að halda þeim flokki niðri og hvernig það væri dæmi það að lýðræði væri ekki virt í Evrópu að fastaflokkur fengi ekki að vaksa. Einmitt, já, það sem sagt lýðræði og málfrelsi fótum tróðið í Evrópu samkvæmt Trump. Herðu, Jón og Valur, gaman að fá okkur nýkomna úr austustu Evrópu og gaman að spjalla við ykkur svona frjálst og opið ímyndlega sem að teikist lýðræðis þróun í okkar heimsluta og allavega fyrir austan. Takk. En við höldum áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja hana heim. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið
Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur til að ræða svona svolítið mikilvægt málefni í dag. Það nú gervigreindin. Við erum svolítið fjallað gervigreindin hérna við Rauðaborðið, en núna í tengslum við myndlist og höfundarétt og hugsanlegar kannski falsanir og hagsmunamál myndlistamanna. Það Hlynur Helgason, myndlistamæður, dósent í listfræði í Háskóla Íslands og varaformaður Sambands íslenskra myndlistamanna. Þú hefur dálítið svona, þú hefur aðeins látið heyra í þér varðandi þessi svona, varðandi gervigreindina, að það sé hugsanlega eitthvað þurfi pínulegt að pæla í höfundaréttinum og eins og þetta nú gaman að íta og takka og búa til myndlist með gervigreinda, þá sé eitthvað það þurfa aðeins að staldra við eða hvað? Já, það þarf í raun að skoða þetta betur og það má segja að gervigreindin hefur verið nokkuð virk í myndlistar lífi síðastiðin 10-15 ár í sjálfu sér, þannig að það er hlutur sem Hefur gervigreind verið virk í síðustu 10 ár? Já, ég meina auðvitað gervigreindin, fyrstu myndir voru gerðar með, ég vil nú sjaldan segja gervigreind, en svona ég vil frekar nota ykkur önnur hugtök yfir þetta af því að gervið og greindin eru hvorugt rétt hugtök. Nei, ok. Mér fannst mjög gott daginn þegar að í viðtal við Janet Winterson sem hefur dálítið tjásuð þetta breska rithöfund þar sem hún vildi kalla þetta alternative intelligence og ég held að fændi vel ágætlega hér bara annars konar greind af því þetta í raun og veru þetta fellur ágætlega inn í svona hugmyndur ómennsku, ekki í neikvæðu merkingunni heldur bara eitthvað sem er annars konar og fungerar á öðrum forsendum af því að í raun og veru þetta er annað svið, meina hvalir eru með annað svið í greind eða plöntur eða hvaða svið sem við viljum skoða og þetta er þannig í raun og veru, þetta hefur ekki mennsk einkenni þó að þetta hafi þykir stundum hafa mennska ásjónu. Ok, þannig að já, þetta bara eins og maður hefur heyrt talað svepparíkið, hvað það gríðarlegt kerfi í sveppakerfinu eða sveppalífríkinu eða svoleiðis og einmitt kvölunum og að þú ert og þið Janet viljið tala þetta svona jákvæðan hátt, þetta að gervigreindi sé svona Já, að sumu leyti einhver leyti lífrænt. Já, þetta er lífrænt, þetta fungerar á sínum eigin forsendum, þetta keyrt áfram af mismundi forsendum líka við vitum það og það er eitt af því sem að getur sagt að það sem að vekur minnstu áhyggjurnar hjá mér eru svona helstu markaðslegu forsendurnar í myndbirtingunni. Já, þetta var nú svo það sem vekur mestu áhyggjurnar eða minnstu áhyggjurnar? Minnstu áhyggjurnar? Já, því við getum sagt það að gagvart skapandi myndlist að þá ennþá, þetta er eins og þá sem þekkja til, hugsaðu þér Photoshop myndir 1992 eða internetlist sem var gasalega mikið í tísku sem var auðvitað algjörlega fáfengileg og ennþá eru við með þetta sem að gerast hér núna, það er það að þegar maður fyrir að skoða kerfin, ef við skoðum þessi myndkerfi kem kannski inn í höfundaréttinu á eftir því það er með mjög ákveðna skoðun en myndkerfin sjálf eins og þau virka að þá eru þau aðalega gerð til þess að búa til einhvers konar ljósærða blondínu sem brosi framan í því fremst í myndinni. Ok, en byrju myndkerfin, bara það hugtak þessi kerfi sem verður að prómótera og selja almenningi og reyna að fá almenningi til að kaupa áskrift að, það eru kerfi sem það sem fólk aðalega búa til einhverja Game of Thrones senu, einhverja sérkynlega víkinga með horn eða einhver supermódel á þess að þurfa að ráða supermódel í það. Ok. Þannig að það líka nasískur undirtótt. Já, líka þetta er svona takmarka myndsvið sem að þú ferð inn á spjallhræðina sem ég var að skoða fyrir nokkru gervigreindina. Þar er módelið með 5 fingur, það var megin vandamálið í sjálfu sér eða nærðu réttir í líkamsbyggt í einhvers konar mannveru sem þú ert að setja fram. Sem allt í lagi viðfangsefni. En síðan ertu með allan hinn myndheiminn sem fær minni athygli en sem notaðu samt inn í þetta
og hægt að nota, en hann er minna svið og minna fókuseraður. Og eins og í eigin myndlist þá, ég byrjuði þetta að skoða höfundaréttin, svo fór ég að keyrði bara upp eitt af þessu frjálsu kerfum sem það þarf ekki að kaupa inn á server hjá mér og hef verið að prófa hann og þar er ég að nota að gera á áhugaverðan hátt finnst mér myndir sem byggja á því að keyra listfræði og heimspekitexti í gegnum kerfin. Já. Nota það sem lýsingu, nota texta sem er ekki að lýsa. Nei. Heldur texta sem er ekki búið að stilla kerfin fyrir og þá fæ ég í raun og veru eins og ég veit að tónlistamenn gera líka. Þá fæ ég eitthvað óvænt sem ég get síðan nota til þess að vinna með áfram. Ok, þannig að þú ert raunverulega sem myndlistamæður byrjaður að bara svona spjalla við og vera í samskiptum við gervigreindina svoleiðis. Eða nota ekki, þú spjallar auðvitað ekkert við gervigreind, þú þykist gera það, en já, ég sem þetta er að prófa að nota skoða möguleikana, skoða hvað gerist og þetta ef þú hendir inn lýsingu á mynd að þá færðu einn af trilljón möguleikum af myndu sem að getur verið búið til út frá þeirri lýsingu. Þannig þegar fólk er að búa til myndir sem eiga að gera eitthvað ákveðið að þá þarftu að fara í mörgum skrifum. Þetta er eins og að búa til hvað sem er annað í raun og veru. Ef hönnuður er að búa til einhverja myndlýsingu sem hann ætlar að nota, þá tekur þann hálfan dag að gera eitthvað að viti út úr því. Já. Það er ekkert sjálfvirt í þessu þó svo að fólk halda að það sé eitthvað sjálfvirt. En kannski það sem er í raun og veru það sem að en síðan það sem ég er að gera er að ég vil fá eitthvað óvænt, þannig að ég er ekki að leita að eitthvað ákveðnu, þannig að ég í raun og veru fagna því hversu margir möguleikar eru fyrir hverja og fínstilli viss atriði og sé hvað gerist með það. Þannig að það er svona allt önnur nálgun, af því ég er bara, í raun og veru að leita þínu óvænta og síðan dregi það fram. En einhvern veginn eins og þú lýsir þessu þarna er svona, og þegar ég segi spjalla, myndi nú ekki bara beint eitthvað svona spjalla við Sirri, heldur svona, ég meina í þessum svona tengslum og einhvern hátt svona þar sem þú ert að spegla þig og leita, óvæntu, en minnir þetta ekki pínulegt á þegar maður heyrði svona endurreisnar listamenn eða ég man ekki hvaða tímabil þú nú listfræðingur, þegar menn fengu fullt af upplýsingum þegar arabarnir komu með þýðingar af heimspeki og allt í einu höfðu menn einhvern sjóð og varu farin einhvern veginn að blanda svo spegla sína þekkingu við aðra texta og myndmál og munstur og svoleiðis. Þetta, er þetta ekki svolítið svoleiðis endurreisnar stemning þar sem er allt í einu bara komin eitthvað ofbáðslegt arkíf og sjóður af þekkingu og myndmáli og sem að þú getur verið að leika þér með? Jú, en þú getur sagt ef þú tekur, gervigreindin er einhvers konar meðaltalsdæmi þannig að hún býr til eitthvað meðaltal alltaf úr einhverju sem þú ert að biðja en þú færðu þetta mikið af gögnum en ég meina, ég get alveg fengið það sjálfur á netinu ef ég vil gera það en auðvitað er gervigreindin, hún getur sagt það að þegar þú ert að þjálfa, við þarfum að hugsa það alltaf, þegar þú ert að þjálfa gervigreindar myndforrit þá ertu kannski með 100.000 myndir. Þú ert trúlega með hóp fólks í Bangladesh í því að merkja við hvað er á þessum myndum. Og þegar þú komið eitthvað grunn fyrir það að þá fer líkanið að vinna með þessar myndir út frá merkingunum og búa til gagnagrunni yfir allar þessar myndir. Síðan þegar þú ferð inn í viðkomandi kerfi og biður eitthvað ákveðið að þá er hún að nota allar öll þessi líkindi til þess að finna út úr því hvað er að gerast. Vá. Ég er alltaf augljóslega hef maður ekki nóg mikla reynslu af notkunni sjálfur. Ég hef ekki svo mikla notkun sjálfur þannig að ég meira bara fá fregnir eins og ég sé svona einhver gamall maður á bekki og sveitabæ fá fregnir úr borginni. En mér finnst myndlík þetta með endurreisnina kemur upp í hugan svona, og það er allt sjálfsagt úreldar líkingar hjá manni og svo kemur þetta með nýlenduhyggjuna núna þegar þú ert að segja þetta með einhverjir í Bangladesh að merkja við eins og þegar að þessi ríki rusl fóru löndin og stálu hlutum og komu síðan úr þessu fínu söflum sínum
af fallegum munum, þú veist. Já, þetta er síðan nýlendu stefnin í raun og veru við með það. Þetta er allt, öll þessi kerfi þeir eru að nota sér að það hefur komin, þeim reyndar svona bæði og það hefur komin tæknileg þekking dálítið mikil í, sem sagt, í Indlandi og Bangladesh í raun og veru þar sem þú getur fengið ódýrt vinnuafl til þess að gera marga hluti. Það er bara, við vitum það. En gríðarleg þekking þarna líka sem að Það er komin tækniþekking, þannig að það er búið að byggja upp og við getum sagt það. Ég held að sko mín hugsun er svo að menn get í raun og veru eins og staðinni núna á Vesturlöndum að menn geta að sömuleyti arðrænt þessi kerfi núna og þessa þekkingu. Ég myndi segja að það er svona 50 ár þangað til að þessi kerfi eru komið það langt að í raun og veru að þessi lönd eru komið með yfirhöndina og geta hagnýtt sér þetta mikið betur sjálf. Já. Þannig í raun og veru ég held að eins og staðin við getum sagt þó að hlutir séu hræðilegir í Bandaríkjunum núna, þá er það sömuleyti sko jákvætt á heimsvísu. Já, hvernig þá aðeins? Í því að veikja þessi svakalegu yfirráð sem Bandaríkin hafa haft alltaf svona að í raun og veru þó það geti verið ógnvænlegt að mörgu leyti þá líka þá held ég að það að þau sé ekki greinileg heldur sé við komið með margpóla heim, getur sagt Indland, Kína, Evrópa, þá eru möguleikar á einhvers konar jafnvægi en ekki beinu arðráni lengur. Ok, já, menn efast falla sko Kína og Indland en svo er það bara hver ætlar að vera þriðji póllinn, hvort það er Evrópa eða eitthvað annað, eða hvað telst til Evrópu líka og svoleiðis, en það er nú pólitík, sko, ég er að hugsa samt þú ert sko, listfræðingur, þú ert myndlistarmaður, svo ertu í hagsmunasamtökum myndlistamanna og getur líka litið á þennan málaflokk þaðan sko, vegna þess að þú ert að segja að þjóð, kannski slímsins og evróskar þjóðir muni kannski ekkert fara svo illa eða hvað en það er kannski en hvað með eins og myndlistafólk og höfundaréttin, hafið þið dálítið pælt í þessu? Við höfum pælt dálítið í þessu og þetta er í raun og veru það sem er sko, það sem er það er tvö atriði sem að eru kannski snerta hagsmunamál myndhöfunda, við skulum fara út í það því þetta er beint að það er auðvitað það að höfundaréttar löggjöf, hún er auðvitað algjört spagetti, hún er alltaf verið af því hún er svo mismöndum milli landa en svona á síðasta áratug, svona 2018-19 þá var höfundaréttar löggjöf í Evrópu veikt. Hún var gerð veikari sem að í raun og veru skapaði minni tryggingar þegar að menn fóru upp úr því að þjálfa þessi myndhöfundaforrit að fyrir vikið þá það sem væri eðlilegast finnst okkur er það að þegar verið er að draga alveg gífurlega mikið af myndum inn í myndforritin og þegar verið er að halda merkingum á þeim þau eru tögguð með viðkomandi höfundi þetta er allt skráð, þetta eru tölvukerfi, þetta er gert á hlutirnir eru ryksugaðir en þetta eru gögn sem eru ryksugaðir þannig að þau eru öll merkt og okkur finnst að þessi gögn að það eigi að koma eitthvað svipað og fjölís þar sem að fólk getur notað getur sótt í og ljósita myndir upp úr bókum eins og það vill í þágu kennslu á Íslandi en það fer ákveðin peningur inn í myndhöfunda, inn í myndstef fyrir það. Og okkur finnst það í raun og veru fyrir þessi nýting og þessum myndum. Því ef þú ætlar að búa til forrit sem getur líkt eftir listaverki að þá þarftu listaverkinni. Það dugur ekkit að vera með eitthvað kits. Þú þarft alveg listaverkinni það og í raun og veru og það er allt í lagi innkoman ef þú ert að nota listaverk inn til þess að mögulega líka eftir þeim að þá þarf í raun og veru
fyrir það, því þetta ekki bein vísun, þetta magnvísun, að þá þyrfti að koma einhverja greiðslur inn í höfundaréttarsjóði myndlistamanna sem væru þá heildargreiðslur. Þú værir ekki að telja öll listaverk eftir Hlyn Hallsson sem fer inn, heldur myndirðu eða Hannes Lárusson eða Rúri, heldur myndir í raun og veru bara það kemur maðgreiðslu og síðan getur veita styrki út úr sjóðum gegn þeim greiðslum. Okkur finnst það vera mikilvægt. Hinn punkturinn að þegar að fólk að nota þessi tögg eða þessi merki sem að þeir búið að merkja myndirnar, þegar fólk að nota samsvarandi merki til þess að keyra myndina út. Þannig ef þú biður ljósmynd af gjörningi í stíl Rúriar, að þá yrði það skráð og þá fengi Rúri 0,01 cent eða hvað sem að þú færði á Spotify fyrir nótkunarlagi. Þá yrði það í raun og veru líka skráð. Það náttúrulega myndi því að það líklega flestir myndu þá sleppa því að minnast á að þetta væri í stíl við Rúriar. Ef þú vilt fá eitthvað í stíl Rúriar sem að fólk margir, við sjáum fullt af fólki að kalla eftir myndum, að sér það í stíl ekki Rúriar reyndar, og enda myndur ekki fá neitt út úr því eins og af því það ég efast að neitt myndlistamaður nema kannski Magnús Kjartons sé nægilega vel takaður til þess að það sé hægt að nota hann. Ég meina, ég prófaði að keyra á kerfin þekkta grafíska hönnuði frá Frakklandi frá 4. áratugnum. Kerfið veit ekkert hvernig þeir eru. Þannig að það ekki búið að taka hana því enginn hefur haft nægilegan áhuga á það til að setja það inn, meðan að myndlistamenn eins og svona samsvarandi, þetta eru myndlistamenn sem eru á svipu tíma, eins og Sonja Delanois sem að hefur bara orðið þekkt á síðustu 20 árum, að þú færði eitthvað í stíl hennar ef þú biður það. Þannig að þetta er svona áhugavert að skoða gloppurnar í kerfunum, en þetta á eftir að lagast líka, en svona, þannig að það væri fullkomlega eðlilegt að það gert. Þú mátt í raun og veru, og í höfundaréttarlögum það nokkuð skýrt að þú mátt gera hvað sem í stíl hver sem innan vissara marka, þó íslensk löggi hafi stundum verið aðhaldssamari. Það í raun og veru það hafa fallið dómar hér þar sem að málari málaði verk í stíl annars myndlistamanns merkti sínu eigin nafni og það var dæmt sem fölsun sem mér finnst alltaf dálítið skrítið því að í raun og veru máttu stæla hvað sem að mér vitandi. Svo fremur sem þú setur ekki merkingu þess sem þú ert að stæla undir því þá var það fölsun en hún leið þú stælir, en ef þú stælir eitthvað og merkir það þínu eigin þá er það bara tiltölulega ófrumlegt sennilega afar verðlítið verk. Já, þetta svolítið sérstætt að það hefur verið dæmt sem fölsun ef það hefur verið... Eitt af fáum dæmum á Íslandi fölsun einmitt það sem einhver stældi kópíraði verk eftir ákveðin myndlistamann og merkti það sér samt, þannig að það var ekki að reyna að falsa. Var ekki að reyna að falsa sem sagt, hann í raun og veru stældi höfundarengin mjög vel. En falsaði ekki undirskriftina. Nei, af því það náttúrulega góðir falsarar innan gæsalappa, þeir falsa náttúrulega líka undirskriftina og fara létt með það. Við getum sagt það í svona hefðinni, við getum sagt að svona hefðbundin til dæmis listamenn í alla söguna að þeir í raun og veru, þeir voru að vinna teikningar og skissur sem þeir seldu oft eða var beðið þeir merktu aldrei teikninguna og skissuna fyrr en að við sölu. Já. Þannig að þá var verkið orðið staðfest af myndlistamanninum og í raun og veru þá var það hætt að vera 50 króna verk í það að vera 5.000 milljóna verk eða hvað það var. En þetta signatúr, þessi undirskrift náttúrulega sem skiptir miklu máli og eins og í ekki gullbransanum líka, þá þessi litli stimpill sem segir að þetta sé ekta gull og svo leiðis þetta ykkur svona... Og staðfestast af ykkurum í raun og veru, Já, og þannig að núna eru höfundar og myndlistarmenn að berjast í þessu það ekki, þá með lögfræðingum að vita hvort að maður ekki kom inn þessum merkingum, þannig að það sé einhver, þannig að það fylgi í þessum hafsjó eða hvað má heita þessu, að það fylgi þessar merkingar. Já, ef þú hugsaðir myndlistarheiminn núna þá merkingin og hefur lengi verið reyndar en hún ég meina þú horfir á svona hún
ansi merkilegt líkilatrið. Þetta Marx hefði alveg, við erum hér, hann hefði elskað þetta dæmi og þetta hefur alltaf aukist. Það í raun og veru þetta blæti sem fylgir höfundarmerkingunni sem dálítið merkilegt og hefur alltaf aukist. Eða við sjáum það til dæmis að þegar að $3.000 verk af Kristsmynd í safni eftir óþekktan endurreistarmann allt í einu merkt Leonardo da Vinci, þá það orðið 3.000 milljóna virði. Bara á einu andartaki. Já. Nákvæmlega sama verkið, nákvæmlega eins og bara einhver flís, einhver gömul svona stubbur sem ef hann talin vera, ef hann merktur að vera úr krossi Krists, þá náttúrulega hann meira Já, það er þetta uppalega hugmyndin af blætinu það sko, það þetta eða eins og mér finnst alltaf góð sagan sem að einn vinnur minn sagði mér sem sem sagt það var júgóslavnesku listamaður þegar hann fluttið til Vestur-Evrópu og sem sagt góður vinnur hans var Poltin sem var sem sagt forstjóri Moderna Múseils og sem sagt Pompidou-safnsins í París. Sem sagt árið 66 hélt Andy Warhol sýningu í Moderna Múseið í Svíþjóð, gerði fullt af Brillo sápukössum sem voru svona búnir til úr krossvið og stenslaðir. Það voru ekki nógu margir fannst honum, þannig að þeim var öllum kössunum sem höfðu verið sérsmíðaði fyrir sýningu var pakkað inn í bara geymslu og hann keypti bara fullt af bara Brillo sápu kössum í staðinn og sett upp bara í staðinn fyrir að þá þóttist ekki einu sinni bara að vera að stæla það og sett upp innsetningum við þeim. Dálítið merkileg sýning og Pontin hann fékk þessar sko hann Warhol gaf honum þessa krossviðakassa og hann gaf hinum og þessum þessa kassa svona gegnum tíðin og þessi júgóslavneski myndlistamæður hann fekk gefins eitt kassa, geymdi hann bara upp á háalofti lengi og svo flutti kærastan til hans frá sem þá var orðið Serbía og þá vantaði hann íbúð og þá seldi hann kassan. Keypti íbúð í París fyrir kassan sem 100 milljónir cirka bát og nú verði það með 200 milljónir eða kaupir litla íbúð í miðborg Parísar sko. 2 árum síðar var þessi kassi sem hann hefði selt orðin $100 virði af því að Andy Warhol Foundation sem að sér höfundarétt Warhol, hún tók ákvörðun það sem verkið þessi kassar höfðu aldrei verið sýndir, þá hafi þetta í raun og veru bara verið skissa að verki og ekki opinbert höfundarverk Warhol. Vá, þetta svakaleg saga. Þetta svolítið góð saga og sönn meiri segja, þannig að þetta svona, en sem betur fyrir var þessi vinur minn búin að selja sinn kassa og í góðri trú og það var ekki takt að, en viðkomandi kaupandi satt eftir með Svarta Pétur. Vá. En þú talaðir áður að það hefði sko rýmkuð svolítið löggjöfin höfundaréttin þarna á einhverjum árabili og ég var að veltaði fyrir mér sko, er það á Íslandi eða bara í öllum heiminum? Í Evrópusambandinu, það þetta það sem að íslensk löggjöf gerir voða lítið án Evrópusambandsins, eins og við sjáum í málefnum Gaza þessa dagana, við gerum voða lítið ein og sér. Já, en sýnist sitt hverjum hvað við getum gert þá, en sko ég var að hugsa þetta einmitt þegar ég veit ekki margir sem ég hefði skrifað texta fyrir listasöfnin eitthvað sliðis og við fengum skeyti held ég mörg og spurt hvort við vildum afsala okkur höfundarétti til þess að þetta færi inn í einhverja, þannig að það væri hægt að nota textana í alls konar samhengi. Ég man ekki og þetta var mér minnir að maður hefði fengið nokkur svona skeyti á tímabili, það svona kannski 12 ár síðan og þá hafi verið pælingi þessi að þú væri raunverulega að gefa, sko þetta svona eins og höfða til oft listafólks eins og með ákveðum sósíalisma skilur og þú sért að gefa inn í sameign til þess að sé hægt að nota allir kennslu, þú sért að auðvelda miðlun og svoleiðis. Ég kannski ég eitthvað að fara óljóst með Já, í raun og verið þú
þú getur í sjálfu sér það er erfitt að afsala sér höfundarétti af því þú átt alltaf sæmdaréttin á því að ekki megi afbaka verk þín og skrumskæla. En ég er ekki vissu að þetta hafi verið afsala höfundarétti heldur að þetta gefi eitthvað svona leyfi á... Já, það var í raun, við getum sagt kannski upphafið að þessu var þegar að Listasafn Reykjavíkur vildi fá leyfi til að birta myndum af listaverkum fyrir svona 15 árum síðan eða eitthvað svoleiðis. Þá skrifaði ég einhverja grein það á fugl.is félagagrein listvefin sem við vorum með þá ætlaði Listasafn Reykjavíkur að sendi það listamönnum bréfum það hvort það mætti birta myndir af verkum þeirra án þess að greiðslur kæmu fyrir raun og veru til þess að kynna það sem væri í safning. Já. Mér fannst það sjálfsagt að svo gefnu að þetta væri opinbert safn sem væri ekki með auglýsingu eftir einkaaðila sem var þá sennilega Sjóvá eða hvað það var nú, eitthvað tryggingafélag eða Vodafone á vefsíðunni sinni. Þannig að við hliðina á listaverkinu sem ég væri búin að leyfa þeim að birta mynd af án í raun og veru án á þessu höfundargreiðsla kemur fyrir. Það var það sem að ég gerði athugasemdir við. Að, eins og ég segi, ég er að vísa í þetta mál líklega, því ég man eftir einhverju debatti. Þetta var dálítið hitamál og seinna tókst myndstef í raun og veru gerðu þeir tilraunasamning við Listasafn Reykjavíkur og bara, fyrir þetta í raun og veru þannig að það kom svona einhver skonar heildargreiðsla fyrir notkunarleyfið inn í myndstefsjóðin fyrir þetta. Sem var mjög mikilvægt og það er það sem við viljum fá fyrir þetta í raun og veru og síðan auðvitað höfum við líka verið undanfarið í gagnstæðu höfundaréttarmáli gagnvart söfnunum af því að löggjöfin, söfnin túlkuðu löggjöfin og þröngt þannig að þegar þau birta myndir af verkum listamanna Listasafn Reykjavíkur er búin að breyta þessu núna, það fá hrós fyrir það, að þá birta þeir mynd af verkinu, eða birtu, þetta er svona með öll verk sem eru í öllum öðrum söfnum sem eru á sarpi, þá kemur svona logo fyrir sem fylgir myndinni. Ofan í myndina. Já. Og að mínum mati þá er þetta brot á sæmdarétti. Þetta er afskræming á mynd eftir mig. Þannig að þú skrifar þetta greinu og þeir segja að þetta sé fólk geti ekki stelið myndinni en 2000 díla mynd af olíumálverki eftir mig. Þú gerir ekkert með það og þó þú myndir prenta það út á striga í einhverju myndasölu þá getur aldrei látið eins og þetta sé verk eftir mig af því það er engin provenans og engin nótæð ekkert staðfestur á mér að þetta sé verk eftir mig. Þannig að þetta er nú dálítið snúið svona. Já, það er hin hliðin að því þú getur ekki falsa verk eftir einhvern lifandi listamann á þess að meðan hann getur í raun og veru eða meðan einhver er að gæta hagsmuna listamanna þá getur ekki falsa verk eftir hann. Það er nú kannski sjaldnægt sem einhver er að gæta hagsmunalistamann. En þetta kom í veg fyrir það að kennari gætu nýtt verk úr safningnum sem er það sem að hugmyndin er í kennslu til dæmis. Já. Það er bara... Já. Þannig að það eru svolítið þessi sjónarmið alltaf. Það sé liðkað fyrir, það sé ekki of strangar reglur þannig að það sé hægt að nýta sér efni. Og það sem við vildum fá, ég vildi fá, voru í raun og veru bresku höfundaréttarlögin. Sem að voru, það eru þau bestu að þessu leyti, að þau sem sagt settu mjög skýr mörk það mætti ekki nota myndir af verkum í hagnaðarskyni og mætti ekki birta þau opinberlega sem sagt, og þar eru kvikmyndir auðvitað sterkastar og meður ekki fara að sína kvikmynd eitthvað starf opinberlega en í Bretlandi er komin klausa í höfundaréttarlögu sem gerði cirka bá 2008 eitthvað svoleiðis að notkun í kennslu samkvæmt námskrá í skilgreindu nemendarhópi væri ekki opinber birting eða sýning. Okay. Þannig að það var klippt út, þannig að þú mátt í raun og veru þú skoðu til dæmis kennari sem vildi sýna í skugga hrafnsins í kennslustund. Já. Sem sagt á Íslandi getur ekki farið út í vídeolegi tæknilega séð, fengið vídeospólu og sýnt hana í kennslustund. Þannig að ert að meina að það er raunverulega þarf að gera rosalega greinamun hérna á annars vegar
bara öllum hagsmunamálum í tengslu við sem sagt markaðinn og stórfyrirtækja notkun eða bara svona gróða markaðshyggju notkun annars vegar og svo upplýsinga í kennslu og annað. Það þurfi einhvern veginn að greina þar. Já, það er í raun og veru á milli almannanotkunar, notkunar í þágu samfélags og samfélagsheilla og í raun og veru í þágu gróð og það er í raun og veru í mjög mikillega höfundarréttarlöggjöf skýrti það þarf bara að gæta þess og passa upp á það. Og það hefur ekki verið gert í tengslum sem sagt AI. Nei, þannig að það er alveg mikið verk að vinna þá. Það eru stórar gloppur í raun og veru bæði inn í kerfinu og út úr kerfinu í raun og veru. Hvernig gengur á Íslandi svona rétt undir lokin að koma þessu, að fylgja þessu eftir þessu svona innlega til dæmis þessi bresku höfundaréttarlög? Sko það hefur ekki tekist en okkur að takast, það er verið að gera samninga þetta í raun og veru sem sagt að koma inn svona stórar, kom inn bara heildur greiðslur inn í sum. Það er verið að gera samninga og það er verið að vinna í því og það er það sem við erum að berjast fyrir eins og í auknum mæli. Og það þarf að gera það núna er það ekki, því annars er það ekki svolítið spurningum svona að missa af lestinni dálítið eða er ekki tækniþróunin og svona... Jú, það er bara því fyrr því betra í raun og veru. Það er það sem þarf að þetta sé ekki, að markaðsvæðingin kom ekki á undan leyfinu. Já. Akkurat. Já, við erum svolítið bara þar er það ekki. Við þurfum aðeins að markaðsvæðingin og heimsvaldastefnan þess vegna og svolítið sé ekki á undan okkar almannahagsmunum. Og í raun og veru og það er þetta alveg sjálfsagt og eins og ég segi þessi gervigreindar hugbúnaður og forrit ef þau eru notuð af ábyrgð þá eru þau ansið mikill akkur fyrir myndlistamenn til dæmis eða hvert sem er. Og fyrir kennslu er það ekki. Fyrir kennslu og fyrir hvað sem er. Sko bæði gervigreindin ef við förum sérstaklega við hana þá er hún það ef þú notar það á ábyrgan hátt og veist hvað þú ert að gera. Það er þetta kannski hætturnar við gervigreind er það þegar að fólk fer að til dæmis að sko það þarf að kenna fólki annmarkana. Og það sem gífurlega mikið gervigreindin er allstaðar og fólk veit ekki af því eins og mér nefna alltaf sem dæmi að þegar ég tek mynd í þennan síma hérna að þá tek ég 3 myndir á síman minn og það er geymdar upplýsingar 3 myndir og síðan get ég bara að raða þessum 3 myndir saman ef ég hef þekkingu til þess. Þannig að það er engin frummynd úr þessum síma og svo kemur ykkur myndur sem byggir að þessu 3 myndum. Þannig að gervigreindin er þegar að vinna bara í almannatækjum og síðan auðvitað þegar fólk er, svo þú segir, þú byrjaðir hérna á í spjalli við gervigreinda, það er raun og veru, þar er allt falsað og það er auðvitað til alveg fullt af að fullt af lausnum sem byggja á tauganetti, svo við hættum að nota gervigreind líka, þetta eru tauganets aðferðir við tölvugreiningu sem að eru vandari til dæmis í fræðimenn, með það engin fræðimenn myndi nota OpenAI, það í raun og veru of illa skilgreint, það í raun og veru það er spjallmenni. Það er eitthvað sem það er eins og að fara að tala ykkur alvarlega hluti á bódega eða eitthvað svoleiðis. Þá ertu bara komin í spjall, það ber engin ábyrgð á neinu sem maður segir í sjálfu sér og það er það sem þetta er dagdardöl en síðan ertu með sérhæfð gervigreindar forrit sem byggja á tungumálinu fyrst við erum farið þangað sem að svona forrit sem að til dæmis gefa þér alltaf upp heimildirnar og þá getur ef þú ert að nota þau þá getur þú farið í gegna þér, þú getur tjekkað á heimildunum og ef þú spyrð ykkur spurningar í þannig forriti þá sérðu að einstaka heimild er ábyggileg. Mjög margar eru bara einhverjar vefheimild sem er raun og ekkert að byggja á. Fer ekki sko þín kennsla eða þín listasagan og listfræðin og það fer ekki eiginlega nýja merkingu núna þar sem að myndlestur er svolítið mikilvægur fyrir okkur öll sko varðandi bara falsfréttir og falsaðar upplýsingar og tæknilestur sko en mér finnst alltaf gaman að fjalla það sem að sko út frá ljósmyndasögunni að fyrsta svona sannarlega falsaða ljósmyndin var framleidd 1840 sem er fræg mynd eftir Bayer þar sem að hann gerir ljósmynda sjálfum sér sem drukknuðu manni sem að var í raun og hann var ekki drukknaður og var
en hann bjóð til mynd sem í raun og veru gaf það yfirbragð að... En lét það sketið eða? Var það merkt á myndinni? Sko, hún heitir það núna, ég veit ekki hvað var gert í þá daga. Hann var svona hann var í þunglindi yfir því að enginn vildi kaupa ljósmyndatekni sem hann hafði þróað og gerði, þetta var síðasta myndi sem hann gerði með þeirri tekni og þú gast ekki gert, hann gat ekki búið til sjálfsmynd með þeirri tekni nema af drukknuðu manni af því að myndatakan tók hálftíma. Ok. En það hérna... Og samsettar myndir með svona Photoshop aðferðin voru búin til strax árið 1850. Wow. Og þetta rússarnir eru þekktir fyrir allar myndirna. Það engin ljósmynd frá heilu tímaskeiði þar sem Trotskij er með Lenin. Einmitt. En það er nú eiginlega efni annað spjall sko því tíminn okkur er búin en mér langaði til að spyrja þig einmitt þetta allir þessir svona frumkvöðlar og þetta skapandi element í tengslum við teknina þegar fólk er að þróa teknina á skapandi hátt sko og í tengslum við listafólk að það er eins og það er mikill vaxtarbroddur í því núna en eins og í spjalli sem ég átti við Þórhall Magnússon þá kom í ljósa að sumir svona eru dálítið kannski uggandi yfir því að þeirra svona sköpunar kraftur, ég er ekki að hafa beint eftir honum, en þeirra sköpunar kraftur kannski og þessara sem voru hvað frjálslindastir og svona fóru yfir ýmsar grensur að það er kannski verið að nota svolítið hugsanlega í annarlegum tilgangi núna, eða semst bara hernaðar tilgangi og Já, bara skoðanamótandi tilgangi, það er það sem og það er þetta hægt, þú getur búið til afar samfærindi myndir fyrir fólk sem þekkir ekki til og í þessu hraða, þú hugsaði þér eitthvað flikkurdæmi eða eitthvað svoleiðis eða Instagram, svo hraða myndheimi samtímans að þá í raun og veru þá og það sem við getum hugsað okkur að svona að þú skoðar, þú sérð bara ykkur atriði myndarinnar, þau hafa áhrif á þína tilfinningu, þau hafa áhrif á þín hughrif. Það er alltaf gott dæmi þessi sena úr Clockwork Orange sem hann er látin horfa alveg brjálæðislega mikið að myndum með og getur ekki komist hjá því að horfa á þær mjög hratt, þá fær hann bara hugmynd myndirnar, þau hafa áhrif á hann, þau fá hughrif, hann man eftir þeim á þess að mun eftir þeim. Þessi mýta sem var á tímabili til dæmis að kókauglýsingar væru settar inn í 5 ramma við og við í meginstraums kvikmyndum og það virkaði það er sann að það virkaði ekki en samt, þetta er samt hugmyndum það í raun og veru í þessum heimi þá getur þú sett inn svona örlitlar myndir sem fólk sér í andrá á þess að hugsa út í það og síðan í óljósri minningu þá skapar þetta einhverja raunveruleikatengingu og þar getur þú notað mynd af einhverjum, þú getur búið til svona hugmyndaheim sem sagt og haft áhrif á hugarástand og hugarfar fólks og við sjáum það, við grunum það til dæmis að við skoðum svona áhrif á kosningar í Rúmeníu eða í Bandaríkjunum eða fleira sem eða að þar séu einhverjir slíkir hlutir í gangi. Og ég er ekki einu sinni vissum eða þegar þú ert að hafa áhrif á kosningaþáttöku í Eurovision eða eitthvað slíkt sko. Að þú ert búin að... Þannig að myndlistafólk náttúrulega verður svolítið að hugsa sig kannski hvort að sköpunarkraftur hvert... Sko ég held að það erum við ekki að tala um sköpunarkraftin, það erum við að tala um klísjuna sko sem að... En við vitum það, mér finnst alltaf gott í dæmi sem mér finnst gott að nefna að þeir gerðu könnun á því að þeir létu sem sagt gervigreindarforrit búa til ljóð í stíl George Burns held ég að þið verið og síðan fengu þeir svona rýnihóp og þeir létu hann sem að þekkti ekki til Burns og létu hann fá ljóð eftir gervigreindarforritið og eftir Burns. Fólki fannst gervigreindarforritið skrifa betri ljóð. Já. Það er ekki af því að Burns, það er bara af því að gervigreindarforritið, fyrst að þeir skildi það ekki Burns, og það gerði texta sem var aðgengilegri. Já. Þannig að almenningi fannst í raun og veru aðgengilegri textin vera betri. Það er þarna sem kemur svona þessi estetiska þekking. Auðvitað í flestum tilfellum þá kemur fólk til að velja hið aðgengilegi sjálfur sér. En auðvitað skapandi listimenn, þeir eru ekki þar. Nei. En þess vegna hefur þetta meiri vandkvæði
til dæmis í svið meginstraums kvikmynda, þar sem þú ert í raun og veru þar sem að flest öll verkin eru aðgengileg og auðmeltanleg. Já. Það sem í raun og veru þú ert þar er markaðssóknin. Þannig að svona þessi skiptir engum máli, ég ofta að sjá mér að indie-heimurinn á eftir að nýta þetta á mjög skemmtilegan hátt á næstunni, eða það er ekki flestir sem að fara þangað. Nei. Þannig að þetta er flókið og þetta gerir, og þetta á eftir að setja, þetta er á þeim mörkum sköpunar og svona, og klísju, eða hvað sem við köllum það svona, pop. Já. Sem er gamla orðið, að þar eru hætturnar fyrir þá sem í raun og veru, þeir sem að búa til eitthvað aðgengilegt, að þar í raun og veru getur gervigreindin skert, dregið úr störfum fyrir þá sem eru ykkurir sérvitringar að gera eitthvað sem er óaðgengilegt, sem að það getur sagt á mörgum elitisma. Já. Svo við tölum það, þar halda menn áhrif að vera misskildir en eru samt að gera áhugaverða hluti. Jú, en geta verið misnotaðir síðan. En við höfum séð það alveg síðan, sko, ég menna þegar ég var í meistaranámi í myndlist á 10. áratökum, að þá var vandamálið í breskum listaheimi það að mönnum fannst í raun og veru svona þessum framsæknu krítísku listamönnum, þeim fannst Saatchi & Saatchi sem var framsækin auglýsingastofa að grípa þeirra hugmyndi bara ár eftir þeir eru búin að koma með þær. Já. Og eru búin að gera það í einhverjum svona risastórum dæmum. Þetta er svakalegt svið. Þetta er það, sko, þannig að þeir nutu ekki þessa í sjálfu sér en þetta er áhugavert svið þarna og þetta heldur áfram. Ok, og við heldum áfram að fylgjast með og taka þátt, einhvern þátt. Hlynur Helgason, myndlistarmaður og dósent í listfræði, Háskóla Íslands og varaformaður Sambands íslenskra myndlistarmanna, stendur í hagsmunabaráttunni. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og ræðum gervigreind og sköpunarkraft og merkingu og höfundarétt og allt og þetta lífræna sem við þurfum að kanna betur. Blóm hérna. Já, við fáum kannski að heyra í þér betur síðar. Já, bara takk fyrir að bjóða mér og gaman að vera með þér. Já, mjög gaman að ræða þetta. Maður fer inn á bara eitthvað mjög vítt svið. Ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur á þessu svona óræða áhugaverða sviði og ég þakka Laufey Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar með tækni brellum. Förum í frímínútur og koma aftur af vörminspori. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Ég hef nokkuð sinnum staðið fyrir umræðu hér við Rauðaborðið á Samstöðinni áfengismál, vímuefnamál, forvarnir og hvort við erum að ganga til góðs. Fyrir nokkrum árum þá áttaði ég mig á því að eldri borgarar voru margir hverjir farnir að deyfa sjálfa sig með áfengi. Voru einmana og afskekktir, við sinnum ekki eldri borgurum sem skyldi og það var kannski má segja að það verið blásið til dálítils átaks þau mál, ekki veit ég hvort það skilaði miklu en við erum núna meðvituð vanda eldri borgara einmannleika og áfengisneyslu þeirra og ættum að vera vakandi hvert yfir öðru. Núna allra síðustu misserin þá hefur kannski fókusinn þegar kemur að því sem er varasamt hvað varðar áfengi svona fæst niður í yngri hópana og jafnvel alla leið niður í börn og eitt af því sem að þið þekkið sannlega vel það er umræða íþróttir, börn og áfengi. Við heyrðum í nýjum forseta ISI sem áður var ráðherra, honum Willum framsóknarmanni. Við heyrðum í honum í Kastljósundaginn þar sem að hann í rauninni setti sig ekki gegn því að áfengi væri selt á íþróttaviðburðum þótt börn væru þar viðstödd og sumir fannst það ekki nógu góð skilaboð frá hreyfingu íþróttamanna þar sem áður fyrir var nú svona predikað að
bindindi og reglusemi væri lykillinn að árangri, heilbrigð sál í hraustum líkama, sögðu þau í ungmennafélögunum. Og svo ræk ég augun í frétt í Mogganum þar sem sagði að sala á áfengi á íþróttakappleikjum hefði nú bara ekki valdið neinum vandræðum. Og það var náttúrulega haft eftir forráðamönnum íþróttafélagana frekar en einhverjum öðrum. Þetta hefur til þess ekki verið neitt vandamál, sagði Mogginn. Það er líka mjög strangt hjá okkur varðandi söluna að kaupendur þurfa að vera tvítugir. Svo kemur að tekjurnar af áfengisölu hjá íþróttafélögum, þær eru orðnar meiri en sem nemur miðasölu á leikina. Og það skildi nú ekki síst vera þar sem hundurinn liggur grafinn. Og mér finnst þetta ekki í lagi. Og það eru mjög margir í kringum mig sem segja að þeim finnst þetta ekki í lagi. Hvernig umhverfi barnanna okkar er gegnum sósað af áfengi. Og ég hef fengið hér Árna Guðmundsson, forvarnafulltrúa, til þess að skiptast á skoðunum með mér þetta. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir kærlega. Takk. Ef við bara svona byrjum á því sem ég nefndi í inngangnum viðhorf nýs forseta ISÍ, veldur það vonbrigðum? Ég eiginlega átta mig ekki alveg á því hvernig ég á túlka vegna þess að við sem erum að vinna í forvörnum, við áttum gríðarlega gott samstarf við þá var þetta heilbrigðisráðherra sem var alveg afdráttarlaus gagnvart til dæmis réttindum barn og ungmenn og annað slíkt. Þannig að ég hallast nú á því að flokka þetta undir það að þetta sé ekki kannski raunveruleg hugmynd hans þetta mál. Því ég held að hann hefur alltaf talað að mikill ábyrgð gagnvart öllum þessum málum og sérstaklega áfengi og alls konar tengingum þess og áhrif þess hvernig samfélag þarf að bregðast við þessu öll saman. Þannig ég vona nú að þetta sé einhvers konar bara ummæli sem hafa verið ónákvæm. Þannig að sogast kannski inn í þrýstingsskúlagi, það er nú ekkert auðvelt að vera kljást við alla íþróttarheiminguna sem er orðin svo háð í rauninni áfengisölu. Já, sko það hugsalega gæti að vera, sko ég verð alveg að segja það, ég átta mig ekki alveg á því þetta er svona dálítið út úr karakter í raunverulega því nú stóð hann sig einstaklega vel sem heilbrigðisráðherra. Einna bara betri heilbrigðisráðherrum síðari áratuga sennilega og var með mikið í prjónunum og mikið og gott samstarf við okkur sem erum með forvörnum. Þannig að ég hallast nú að því sko en ég sé það að íþróttahreyfingin er alveg búin að sko þessar hópíþróttir, handboltinn, fótboltinn, körfuboltinn þeir hafa mist sjónar af markmiðum íþróttahreyfingarnar algjörlega vegna þess að það er í mínum huga sko er algjörlega óhugsandi sko íþróttir áfengi fara enga vegi saman og íþróttir er auðvitað líður í lýðheilsustefnu, uppeldismálum og alls konar góður hlutir í íþróttarhefingunni. Þannig að áfengi og áfengisinaðurinn hann er breyta sem á ekki koma nálægt þessu og ég bara verða að segja að það bara alveg satt og er sko að ég bara skil þetta ekki. Þetta er fólk sem er algjörlega viti borðamanneskjur að segja svo. Allt samstarf, öll kostun og vegum aðila eins og áfengisbransans er auðvitað tóbaksbransans og nikótínbransans er með öllu óviðeigandi. Enda finnum við það út í samfélaginu og ég og eins og þú sagðir hér inngangi, maður finnur það þetta fólki misbýður þetta allt saman. Já, það er örugglega ekki tilviljun að það er í boltagreinunum sem má greina aðra menningu, meiri tolerans gagnvart áfengisneyslu með að vilja dæmis ef krakki minn væri að æfa frjálsæri íþróttir eða eitthvað svoleiðis. Það er sennilega tengt því að rekstur íþróttadeildana þegar kemur á boltaíþróttunum er náttúrulega rándýr. Það eru keyptir leikmenn vinstri hægri og þetta er rosalegur rekstur, þetta er svona hálfa atvinnumennska held ég hjá mörgum félögum. Og við erum einhvern veginn komin á þann stað að íþróttafélögin bara sjá ekki fyrir sér að þau geti verið samkeppnishæf. Það kemur að þessari samkeppni við önnur íþróttafélög öðruvísi en að selja brennivín fyrir brjálæðislegar fjárhæðir á hverju ári. Já, og þetta er náttúrulega sko, þetta er alveg einstaklega sérstakt vegna þess að sjálfur hef ég reynslu af, sko, ég er F-fangur
Það getur stundu verið... eins og maður sér á peysunni. Já, það getur verið flókið og reffangur en ég detti ekki í það út af raunum mínum, hjá mínum munum á vellinum og allt þetta. En ef við tökum til þess að ég var mikið að vinna í kringu kvennaboltan og það er alveg rétt að það kostar auðvitað peninga að reka íþróttafélög. Á móti kemur það að ef við tökum bara Hafnarfjarðarbæ, hann hefur lagt kannski svona 8 til 10.000 milljónir í íþróttamannvirki í Hafnarfirði til að byggja upp alvöru æskulís íþrótta og uppbyldistarf og þá fylgja því skyldur sko og þegar þetta komið út í alls konar fjármögnun og ég þekki það auðvitað og ég veit að til dæmis á sínum tíma var kvennaboltinn í Hafnarfirði hann var með ágætis samning við Salgjaldsframleiðandi nágrenninu sem að stutti kvennaboltan með ráð og dáð og það má auðvitað segja það sko að einhverstað verða peningar að koma en það er ákveðin mörk fyrir því hvar að sækja peningana áfengisbransin hann eyðir milljórum í það að normalisera áfengisneyslu og áfengisneyslu í kvikmyndum, áfengisneysla hjá áhrifavöldum miklu meiri heldur en áfengisneysla almennt og það gert í því skyni að normalisera áfengisneyslu. Síðan fyrir svona 2-3 ára þá fyrir þetta allt í einu aukast hjá íþróttafélögum, þá allt í einu byrjað að sjá áfengi á vellinum og að því þú varst nú að segja að það hefði verið haft eftir í Morgunblaðinu og það var þetta gengi allt saman mjög vel. Ég fer mikið á knattspyrnuleiki og ég fór hér út fyrir Stórhafnarsvæðinu daginn á mánudagskvöldi að horfa á kappleik í knattspyrnu og þá var þar tiltölulega áberandi áfengisdrykkja og þar á meðal voru miðaldra par sem var sem sagt alveg dauðadrukkið og þannig var börn og unglingar og þetta var ákaflega undarlegt allt saman og það virðist bara vera bein aðgangur á barinn sem sennilega ekki leyfi fyrir vegna þess að þú mátt ekki alveg sem að íþróttafélag á í hlut það fylgja oft áfengisleyfi sölum fyrir veislur, lokaðar veislur og lokaðar viðburði ef ég með veitingahús hérna á Laugaveginum þá má ég ekki servera út af veitingahúsinu þarna var greinilega að bera og þá var ekki að taka eitt félag umfram hana þarna var að vera að bera kannski 6 einingar af hálfslítis bjórs í einhver sérstöngum pakningu til að fara með upp í stúku það er ekki leyfi fyrir þessu, þetta er lögbrot og þetta er vissilega þannig að þetta er algjörlega það eru svona karakterbreytingar í þessu og þetta er verið þannig að einhverju leiti að þá er þetta svona orðið svipað eins og ætlar að fara á vínveitingahús með börn sem að gera þetta öll í öfnu ekki þannig að íþróttahreyfingin hún hefur bara ríkar skyldur gagnvart þeim gríðalegu peningum sem samfélag situr í þér og í mínum huga þá þýðir ekki að vera með einhverja rosalega fína forvarnaáætlun og segja maður sé rosalega fín í því að alveg börn og koma einhver gildi og svo bjóða þeim á vellinum kvöldi þar sem allt er logandi áfengi og flæðandi áfengi og öllu sem því fylgir. Nákvæmlega, mér finnst mjög gott hjá þér að draga fram að auðvitað verður sumt fólk of drukkið á íþróttaviðbrögðum líkt og á öðrum samkomum þar sem áfengi er haft við hönd. Það er hlægilegt að lesa í Mogganum haft eftir forsvarsmönnum íþróttafélaga að það komi aldrei neitt svona neikvætt upp. Það er hlægilegt. Bara mjög undarlegt sko, það er alltaf hagsmunir. En þess utan, bara þótt að komi ekki neitt upp, þá, ég var bara, ég vil taka eitt dæmi, ég er nú valsari og ég fór síðast á Hlíðarenda þar sem að Vals konunnar okkar urðu Evrópumeistarar, bikar Evrópumeistarar eftir glæsilegan sigur gegn firnaðarsterku spænsku liði. Og ég taldi nú svo sem ekki hvort 3. eða 5. var með bjór, en þeir voru rosalega margir og þeir voru bara horfir í kringum þig inn á svona leikvangi inn í þessu íþróttahúsi þá það er ekki bara búið að normalisera áfengisneyslu þar sem að börn og fullur hlið heldur bara það búið að senda mjög sterk skilaboð ef þú vilt vera hipp og cool og til að horfa íþróttir þá færðu þér einn kaldan og svo fagnar fólk og bjórinn slettist yfir barnið og Já það við getum bara ekki dæmi núna var Karvan að klárast sem er öllu mjög skemmtileg íþrótt og spennandi. Það kemur myndasería í einhverju blaði
sem að hinga til fyrirmyndir eru reykjandi vindla og drekkandi kampavín og fólk setti einhverja aðstöður eins og maður gæti séð sko í fertusamali sem komið vel í gang langt inn í nóttina. Það að segja einhver svona típiska stemmingu þar sem áfengi búið að taka öll völd. Og það sama eins og að því að nú fórum maður í foreldrasamtökum gegn áfengissölu, þá fáum við fullt ábendingu frá fólki. Og það sama og var til dæmis með úrslitakeppnin í fyrra í körfunni að þá var sko orðið svo mikið almenn drykkja í salnum að það voru dæmið það að foreldrar sóttu börn sem þó voru hvatt af félaginu til þess að fara á leikinn og fengu ókeypis til að styðja sína menn. Og síðan var ókvæðisorð og alls konar framkoma í stúkunni sem var engum bjóðandi og ekki síst því fólki sem var þar. Að þá erum við komin út í eitthvað allt annað sem heitir íþróttastarf, æskulífstarf eða uppbyldistarf eitthvað slít. Og það þarna sem menn verða bara að segja stopp og það er bara svo dapurt að svona góð starfsemi eins og hann á öllu jöfnu við verið sem gefur svo rosalega gott gildi fyrir börn og ungmenna að það sé eina sem íþróttahreyfingin hafi að bjóða upp á þegar það koma á þennan level, það er bara einhvers konar vinnuveitningastarfsemi með öllu sem því tilheyrir. Mér finnst þetta persónulega og við bara getum verið ósammála um það. Mér finnst persónulega allt í lagi að Íslandsmeistari inn í búningsklefa kveiki sér í vindli og það sé tekin myndaði. Sigur augnablik og það hafa rosalega fyrir þessu og mér finnst kannski sko, já, mér langar ekki til þess að við séum að taka allt kryddið úr lífinu sko, og henda því fyrir róða. En sko menning sem gengur út á það að við ætlum að gera líf barnanna okkar betra, við ætlum að freista þess að þau verði glaðari, hraustari og allt þetta. Menning í kringum íþróttastarfi sem orðin gegnum sósuð af áfengi. Þetta er bara eitthvað meiri háttar slys. Sko þetta er bara liður því að áfengisbransinn, hann er svo brjála slágengur. Hann vinnur dag og nótt að normalisera áfengisneyslu. Og þessna er til dæmis þetta að þeir hafa komist inn í íþróttahreyfinguna. Þá held ég bara öllu jöfnu sómakært fólk hefur bara látið plata sig. Það hefur tapað einhvers staðar sko gildunum eða markmiðinu. Það er einhver þráður sem hefur tapast að því að þarna koma menn færandi hendi með fullta peningu sem þeir eiga nóg af. Og þeir vilja auðvitað gjarnan vilja vera áfengisbransi vilja auðvitað vera með íþróttahreyfingunni á mynd. Og svo eru menn með alls konar argumentasjónir í þessu sko, það má allt í útlöndum. Sama tíma og menn eru að draga úr áfengisneyslu á íþróttaleikvöngum víða út allan heim. Er það já? Já, það er dæmum til dæmis á ef við tökum Evrópukeppni í knattspyrnu, þá er sterkast sem er selt, það er bara eitthvað léttur, eitthvað pilsnir og það er alls konar, þetta eru sum lið sem eru enga hlutafélög í íþróttaiðnaði. Þeim eru auðvitað alveg sem allt og gerir allt, það eru auðvitað orðið fræg vandkvæði vegna fótboltabullna. Og þá getur maður líka sagt sko, ok, allar íþróttahreyfingin fara að taka allt þetta fólk inn á leikvangun og gera leikvangun þessu vettvangum sem að íþróttapepparnir eru. Og þá spyrir maður líka á íþróttahreyfingin að vera eitthvað svona samkeppni við veitinga á þessu fólk. Og getur maður ekki líka bara þess að þeir sem sjá eitthvað tilgangu því að drekka brennivín og horfa á fótbolta eða handbolta eða körfubolta. Geta þeir þá ekki bara verið í ákveðnu stöð sem heita íþróttapöppar eða hvað þetta er kallað, eða pöppar sem sína leiki og verið þá bara með sínum líkum í staðin fyrir að vera með alla þessa stæla og þetta vesinn í stúkunum. En kannski er ekki við góð að búast hjá þjóð sem að sumum mun nú finnast ósmekklegt, það sem ég ætla að segja núna. En sko við erum með hóp þingmanna og þingmenn hafa átt mjög erfitt með að taka einhverjar alvöru ákvarðanir hvað varðar áfengismál hér í seinni tíð. Og Jódís Skúladóttir, þingmaður Vinstri grænna, hún kom hérna að rauðaborðinu til mín í fyrra og hún sagði að þetta væri ekki í lagi að þingmenn væru bara drykkjumenningin í kringu þingið. Hún væri ólíðandi, menn kemur fullir í ræðustól og fleira. Hún fékk nú bátt fyrir hjá sumum en fleiri töldu þó að það sem að hún hefði að segja skipti mjög miklu máli. Svo núna bara með nokkur daga millibili eða hvort það var bara tveir dagar á milli þá yngsti þingmaður
Alþingis, hann fer í áfengismeðferð og byrst afsökunar á því að hann hafa skitið upp á bak í einhverjum bömmir eftir að hafa drukkið á mikið og svo hefur verið mikil umræða formannsefni Sjálfstæðisflokksins sem munnaði 10 eða 15 atkvæðum yrði formaður Sjálfstæðisflokksins, stærsta og öflugasta og valdamesta flokks Íslands í sögunar ás að enn verið að deila það hvort hún hafi verið sauðdrukkin í ræðustóli fyrir nokkrum dögum eða ekki og hún ber sjálf það tilbaka en hún til dæmis í hópi þeirra þingmanna, hún Áslaug Arna sem að hafa endalaust tala fyrir auknu aðgengi að áfengi og það eins og fólk hafi ekki séð neina ágalla við aukið aðgengi að áfengi á sama tíma af því þú varst að minnast á takmarkanir í Evrópulöndum á íþróttaviðburðum á sama tíma og sko löndin í kringum Ísland hafa núna verið að vakna til meðvitundar skaðsemi áfengis og hafa verið í rauninni sumpart að leita í smiðju Íslendinga hér á árum áður, ekki satt? Og fyrir það hafa verið með eitt besta árangur í forvörnum í Evrópu og það liður í því ekki að koma áfengin í öll þau rými það sem unglingar eru þess að móti. Og þetta auðvitað, og ég talandi til dæmis þingið, þá var þetta fylgst með þessar umræðum sölu áfengis. Og við höfum auðvitað líka haft talandi löggæsluna sem ekki sérflokki, svo maður grípur nú ekki sterkara til orða. Það ekkert gert í ólöglegri netsölu, það ekkert gert í ýmsum málum. Nei, það er ekki vilji, engin pólitísku vilji til að gera. Og það heldur ekki að því að við fórum að kanna leyfisvetningar á íþróttavelli. Það er ekki vinnutækjaleyfi eins og í þeirri mynd sem þetta, það er ekki vinnutækjaleyfi á íþróttavellum. Og þá bara velti maður fyrir sér hvort lögreglan, hvort þetta fari algjörlega undir radarn hjá lögreglunni. Hún verðist að loka augunum fyrir þessu. Það einhver leyfi til sem heita, það til einhver tækifærisleyfi, það til leyfi í sali, ákveðin salakinni, það sem eru ferðið með einhver veislur og sangvæm og annað slíkt sem þá hluti af einhverju fjáröflunarstarfsemi sem ekki þá í nafni félagsins og öðru leitin að leigja undir einhvers konar boð. Og það allt innan hóflegra marka en það þýðir það ekki að menn mega afgreiða 5-6 lítra beint upp í stúkur og allt þetta, þannig að það dálítið skrítið að það þurfi gríðarlega þjóðfélagsumræðu til þess að lögreglan bara velti sér á aðra hvora hliðina og gera ekkert og þess vegna eins líka hef ég verið að velta fyrir með þetta með ákveðna þingmenn, það eru bara ákveðni þingmenn sem virðast hafa þetta mál á heilunum að koma áfengi í búðir og ég gerði þannig eins og í strákskap mínum að ég fór og það var einhver prókjör fyrir mörgum ára síðan kíkti inn á nokkar svona prókjörs þarna staði þar sem menn voru með skrifstofur og eitthvað svona og ég ætla ekki að nefna einu nöfn en í einhverju tilfelli þá var allt fljótandi í áfengi á einu stað og þá kannaði það seinna mér þegar menn ger upp hverju fjármálarprókjörinn þá var ekki tíeringu frá þekktu áfengisfyrirtæki sem hafði alveg greinilega verið mjög örlátt í þessu tilfelli. Þannig að það alls konar svona þræðir í þessu að mínu mati, þó að einhverjir og flestir séu með eitthvað svo hugssjónum allt megi og allt þetta, þá alveg klart mál að það einhver svona tengsl á milli í þessu öllu saman sem gerir það verkum að það ekkert farið inn í málin og þetta verður allt svona mjög sérstakt að mínu mati. Smá heimsendastemning í kringum þetta það svona Já, líka bara þegar þú tökum bara dæmi ég borga mína skatta með mikill gleði og ég ekki hátekjumaður og mér er bara gott að borga skatta og mér er bara fínt að skatta það ýmislegt, þar með tala uppeldismál og þá ger ég bara ráð fyrir því að þeir sem eru að sinna því þeir hafi ábyrgðartilfinningu gagnvart viðfangsefninu þar með tala íþróttaröfingin og hún hefur að flestu liti gert það mörg ár og gert mjög marga fíla hluti. Það hefur oft verið átökum hitt og þetta en nú það bara þannig að þeir eru komnir í félagskap með aðilum sem ekki koma nálægt, sem áfengisbransin. Þegar ég var í menntaskóla á 9. áratug síðustu aldar þá reyktu við allir vinnirnir Gauloise, franskar sígarettur, þetta voru svo smávindlar af því að þær voru ódýrastar og við brugguðum okkar eigin bjór og drukkum sterkt áfengi vegna þess að við vorum ekkert vissir að það yrði morgundagur. Það var svona kjarnorku stríðsótti í gangi og
og það var svona auðvelt að geta að bara réttlægt það að þótt maður lifði eins og fíbl þá væri ekkert víst að það kemi morgundagur og þá taldi maður svona hagsínu væri betur borgið að fara þó bara glaður í vímu hérna inn í eilíðina en maður svona veltir í fyrir sig núna sko hvort hérna þetta hnignun og maður veltir í fyrir sér hvort þetta tengist að einhverju leiti eins og það sem ég kallaði aðan svona heimsenda ómenningu sko. Já, ég held að þetta sé ekki ég held að sé ekki þar, ég held að sé bara að vera komið svona kerfi vera komið svona system sem byggir rosalega mikið á bara aurunum einum og sér þú veist, það rosalega mikið það hefur orðið einhver rof í því til dæmis að hérna, maður tekur bara eins og forvarnir sem ég segir, það eru ferskvara og það verður svona rofmilli kynsluða sem núna á ungt fólk hefur kannski, þetta hefur ekki reynt eins mikið eins og okkar kynsluð kannski og það berst kannski ekki, það berst ekki alveg á milli, svo held ég þetta sé líka bara þessar opbóðslu áherslur á það er allt sett í Excel ég lendi í því ánægilega starfið að vera háskólakennari og þess að stunda rannsóknir í æskulýðsmálum og við lendum í mjög skemmtilega umræðum daginn og þá vorum við að tala með sér gildi og það umræðumni og það var einhver félagsmyndstur á Reykjavíksvæðinu þar sem voru 20 krakkar samankomnir og þau hlógu svo mikið í 1,5 klukkstund að þau voru öll með haspörur í magunum daginn eftir og það fór einhver að segja hvaða virði svona stund í Excel-skjölunum þá það hvað mælanlegt ekki hvað mikilvægt og við stundum lendi þessu íþróttafræðingin alltaf að tala einhverja að það vanti peninga hér og peninga þar og eitthvað svona og þá það bara hvar fæst peningur það verður mikilvægt það víkur þá fyrir því hvað sko það mælanlegt að fá þetta peningana og þeir geta verið drifsafli ykkur en það ekki verið að horfa á þessa mikilvæga þætti að koma fólki til manns sem eru þessi sönnu verðmæti samfélagsins þannig að við erum dálítið þar sko. Mér finnst líka áhugavert á sama tíma og við hinn fullorðnu sem að eigum að setja leikreglur fyrir hennar yngri á sama tíma og við erum, ég vil bara segja á óheillabraut í þessum efnum þá alltaf fleiri og fleiri sjálfstæð glæsileg ungmenni sem taka sjálf þær ákvarðanir nei, nenni nú held ég ekki að vera að drekka sko, þetta kostnaður og ég þarf nú bara að passa minn pening til þess að reyna að nurgla sama fyrir íbúðarhúsnæði og klára námið mitt og svona og svo bara hérna þessi klukku til sem að fara í þingu minnst tíminn bara og verðmætur lífið og stutt til þess að ég nenni að hanga heilan sunnudag og varma mér það bara svo ofsalega mikið gott í unglingamenningunni bara við sjáum söngveikjum samfélst, músíktilraunir, skrekk, alls konar hluti og hérna það alveg rosalega mikið í gangi þarna sem flott og það þarf að gefa þessu sko rými, frið sem ekki gert sko og íþróttunum alveg hörku sko, yngir fólkastarf hjá mörgum félögum alveg frábært alltaf það þarf að gefa þessu frið vera í þessu líði en ég held að sé líka þannig sko það eru þessi straumar frels þarna það má ekki sitja hennar hömlur nýfrjálshyggjan nýfrjálshyggjan sko ég held að hún sé þetta sko kannski dýpri vandi þessu heldur en heimsendadæmi allt saman sko ég ótti að velta fyrir mig sko að ef maður væri alveg þarna sem nýfrjálshyggjumaður alveg framfínkoma þá myndi fyrsta mál sem ég myndi gera það væri að afnema umferðarreglurnar vegna þess að ég treysti mér alltaf að keyra 120 og ég get ekki til að taka ábæra einhverju gæja sem kann það ekki og ég meina rauðu ljósin eru mjög hamlandi og hvaða máli skipti það aðra akkur það eru ekki á stefnuljós ég get ekki eitthvað frjálshyggju-módel á allan pakkan samfélag þarf einfallega að koma sér upp einhvers konar leikreglum og fara eftir þeim og ein merkilegasta leikregla allra samfélaga að það búi sér til reglur sem vendi börn og ungmenni þar eru fullt af alls konar aðlun skólinn, félagsmiðstöðvar, íþróttahreyfingin foreldrasamfélagið og alls konar hlutir félagasamtök, æskulýðssamtök og þá þarf allir að axla sín ábyrgð í þessu dæmi skátarnir myndu aldrei nokkuð tíma að setja áfengissjölsyngun í skátaheimili á sér en svo íþróttahreyfingin allt í einu komin í eitthvað svona stillingu þar sem að þeir eru rembast við það að fara með þá möntur þetta sé allt í lagi og reyna að aðskilja fullorðsíþróttir frá barnaíþróttum á sama tíma börnin sem eru í viðkomandi félögum eru hvað til að sækja viðburði sem þá fyrir utan barnaviðburði ég veit ekki hvernig það á að vera þannig að það eru þessi málefni sem eru
svo mikilvægt. Þess vegna verður íþróttahreyfingin bara gjörsamlega, sko, annarkvæmt að segja það við ætlum bara að taka út úr þessu og þá bara hættum við að setja pening inn í hana, eða það þeir gerir þetta eins og fólk. Já. Sko, kynslóðin sem var undan okkar kynslóð, hún var þannig að ef áföll steðjuðu að þá voru þau ekki rædd, þau voru bælt niður og mín kynslóð tekur góðan hluta af þessu í arf. Dæmi að drengur lést af slysförum á sveitabæ og litla systir hans, hún fikk aldrei að vita því hann væri dáinn og allt í einu bara gufaði hann upp að heimilinu og foreldrarnir töldu að það væri bara best fyrir hana að það væri ekkert verið að ræða það, hún hefði þarna átt bróður sem nú væri horfinn. Á öllum tímum höfum við reynt að vernda hvert annað en með misgóðum aðferðum og ein leið sem að fyrri kynslóðir höfðu var að taka út öll áföllin í stjórnleysinu sem fylgdi áfengisneyslu og við höfum orðið vitni að alveg óbóðslega mörgum harmleikjum, það ekki bara mannslíf hafi tapast með beinum hætti vegna áfengisneyslu heldur hafa náttúrulega upplausnir heimila verið mjög miklar skilnaðir, harmur og andlegt tjón á öllum sviðum. Mér finnst, svo höfum við svona náð aðeins betri stjórn, það eru aðeins færri Íslendingar sem að drekka sig til andskotans næstu helgi heldur en gerðu fyrir 30-40 árum, ég held að það sé nokkuð ljóst. En sko, mér er svo áhugavert að við sem þekkjum auðvitað gleði áfengisins sem getur verið, en við þekkjum sko öðrum kynslóðum betur böl áfengisins, að við séum í rauninni að gagnstætt ungu fólki sem sjálfstætt tekur hreinar lýðheilsu ákvarðanir. Að við séum núna í rauninni að setja stein í götu framtíðarinnar eftir allt það sem við höfum orðið vitnað. Já, það er nefnilega þetta sem þetta er tóltið, þess vegna er svo mikilvægt sko að allir sem eru að koma uppeldi barn og það er galdurinn bak við íslenska mótilið. Það var að virkja fólk, ungt fólk til einhverja skemmtilega góða verkefna, búið til aðstæður sem að voru þess eðlis að fólk leitaði ekki í vímöfni, þó að áfengi sé ákveðin hluta af kúltúrnum sem slíkum. Þá er það þannig að það tókst að fresta því hvað fólk byrjaði að snemma að drekka áfengi og annars slíkt. Okkur hefur tekist ýmislegt í þessu og það er auðvitað mjög mikilvægt og það er svona einn liður í samfélagsbyggingunni, hvernig ætlum við að hafa þessi mál og það er eins og segir sko, það er oft þegar maður að tala um þetta þá er alltaf eins og maður ætla að útrýma öllu sem heiti áfengi og það var bara ekki vera til neitt slíkt og eitthvað sliðis. Áherslan sem við erum að leggja mikið á til dæmis í bæði mínu starfu og í kringu foreldrasamtökjana slíkt er það fyrst og næst vend barn og ungmenna. Það er ekki eðlilegt eins og var þegar ég var unglingur, það var auðvitað aldrei eðlilegt en mín kynslóð þá voru fólk byrja að reykja og drekka 13-14 ára gamalt. Og kynferðislegt stjórnleysi algjört. Alls konar. Ég var nú svo heppinn, ég vann í félagsmiðstöðinni Fellavelli í eldgamla daga þegar ég var kornungur maður og þar voru ýmsir hlutir sem voru tengdir áfengisneyslu sem voru þessi eðlis að fara mjög mikla vinnu í að vinna í þeim efnum. Svo kemur bara þessi hreyfing upp úr 80-90 þar sem að samfélagi allt saman, skólarnir, íþróttafélögin, félagsmiðstöðarnar, foreldrarnir taka sér saman að breyta þessu. Glæsilegt skeið. Og það er bara þannig að við erum auðvitað fyrirmynd og íslenska módel er útflutningsvara í bókstaflegum skilningi og hún verður það náttúrulega ekki ef við erum alltaf að fá einhverja boðflennurinn í partíið eins og að íþróttarheimiki sé byrja að binda trússist við áfengisframleiðendur sem vinna því dag og nóttu að normalisera neyslu áfengis. Þetta er bakslag. Þetta er algjört bakslag og þó að við séum með góðan árangur núna, það er nefnilega þannig að effektar af alls konar hlutum sko, það skeður ekki á degi 2 ef menn byrja að selja brennivín í öllum hugsalegum skotum íþróttahúsa að þá verður ekki árangurinn eða sem sagt vandinn kemur ekki fram á degi 2. Þetta kemur hægt og síðan til alveg nákvæmlega sem menn hafa verið að tala um þessa normaliseringu mennska boltan þegar menn auglistu fá þeir einn með boltunum. Nokkrum ára setna þá aukstu þetta aðgengi eða óskir ungra kallmanna á koma sér á vog vegna þess að þegar menn eru búin að horfa 4-5 leiki í viku og drekka 5-6 bjóra á hverju leik þá verða menn náttúrulega bara komnir í vandamálum áfengi fyrir að setna. Það tekur allt tíma.
og áfengi engin venjuleg neysluvara. Það svona dugar ekki að tala það eins og hverja aðra hefðbundna neysluvaru. Nei, og það líka þetta sko að þetta talandi með svo forvarnir sko, þetta ofsalega mikil vinna sem tekur langan tíma og árangurinn sem skila sér fyrir betur síðir, en þetta allt saman eitthvað sem tekur tíma og þá þetta spurning oft bara hugafari. Ég held að sé þessi kynslóð sem núna, hún er þetta frábær, bæði foreldrakynslóðin og unglingakynslóðin, en ég held að sé bara þannig að það ekki alveg sami kannski vand og við vorum að horfa á og þess vegna finnst fólki kannski ekki eins rík áhersla til þess að leggja fara inn í þessi mál sem eru núna gagnvart ungmennum af því að þetta raun og veru hefur ekki verið neitt sérstakt vandamál hingað til. Okkar kynslóð sé nákvæmlega hvað í gangi. Þess vegna held ég þetta sé dálítið svona, þetta er ekki annað að það fólk kannski ekki alveg á varðbergi. Það kannski... Við getum hæglega verið að búa aftur til þá veröld sem við erum síst stolt af í fortíðinni. Ég held bara til að segja það að þetta verði allir farin og að láta áfengisbransa fjármagna hitt og þetta æskulýðsstarfið, þá verður það auðvitað ákveðin effekt af því og það er alveg vitað og þegar menn eru bara, við sjáum bara alls konar hluti í unglingumhverfinu, til dæmis nikótínpúðan og allt þetta því fyrr sem að fólk ánýtast nikótínpúðum þeim meiri business og því fyrr sem fólk byrjar að drekka og byrjar að drekka rétt við tjóðan og þá voru því meiri ágóði. Áfengis- og tóbaksbransin bara meitt markmið, það græða pening og það er ekki takmarkið með uppbyldstarfi í landinu að hleypa fólki inn í þessa kíma. Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi, kæri þakki fyrir spjallið. Takk að þessum leiðis. Og við höldum áfram hér umræðu við rauða borðið, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin Kristján Schulze sem umhverfis skipulagsfræðingur og landslagsarkitekt, lektor og sviðsstjóri rannsókna og alþjóðamála í Landbúnaðarháskóla Íslands. Velkomin. Já, velkomin og takk fyrir að bjóða mér. Þetta engin smá titill svona sem þú ert. Já, ég samt ekki lektor. Ég sviðsstjóri rannsókna og alþjóðamála. Já, ok. Og þú ert líka í framkvæmdastjórn og eitthvað, já. Akkurat. En ég baði að koma að því ég heyrði á þér að þú varst með svolítið svona nýstarflega og flotta sýn á bara menntakerfi og líka svona á íslenskan veruleika, en ég frétti líka af því að þið hefðu fengið stóran styrk sem ég langaði að biðja að segja okkur frá en fyrst og fremst langaði að bara biðja að segja okkur aðeins frá Landbúnaðarháskólanum, hvað það eiginlega því að margir þekkjan sem Bændaskólan á Hvanneyri, síðan verður til Landbúnaðarháskólinn, Landbúnaðarháskóli Íslands væntanlega, og þar nú bara, það svolítið dularfullur skóli, því það hægt að læra ýmislegt annað en að vera bara bóndi upp á gamla lagið og jafnvel bóndi upp á nýja lagið. Þannig að ef þú myndir byrja á að segja okkur frá því vegna þess að 5. júní, eins og þú myndir á, 5. júní skilafrestur eða sem sagt Umsóknarfrestur. Bara hvað, í alla háskóla á Íslandi? Í alla háskóla á Íslandi og við fáum náttúrulega fullt af umsóknum núna í júní. Já. Og frekar bjartsýn. Við tökum á móti fullt af nýnumum í næsta haust. Já. Á Hvanneyri, en ekki bara á Hvanneyri, líka á Keldnaholti. Já. Og ég skal kannski aðeins segja frá Landbúnaðarháskólanum. Landbúnaðarháskóli Íslands alltaf til núna í 20 ár. Já.
En bændaskóli á Hvanneyri sem flestir þekkja hefur verið þar í meir en 130 ár. En í dag tölum við Landbúnaðarháskólan á Íslands sem ekki bara búvísindi. Við eiginlega í flestum löndum, líka á Norðurlöndum í kringum okkur, fóruðist Landbúnaðarháskóla í gegnum svona breytingaferli á síðustu áratugum og kalla sig í dag lífsvísindaháskóla. En við ákveðum, við erum ekki komin svona langt, en það umræðu til hvort við erum ekki að freka lífsvísindaháskóli en bara Landbúnaðarháskóli. En Landbúnaðarháskóli er náttúrulega líka mjög töff nafn. Það mjög töff, sérstaklega getur maður ekki líka bara það orð getur verið svolítið opið, land og búnaður. Akkurat. Það þarf kannski ekki að vera bara búvísindi, eins og þú segir. Búvísindi, já. Þannig að fyrir þá, eiginlega þetta viðtal hérna, hún sérstaklega fyrir fólk sem að veltaði fyrir sér, ef það ætlar að mennta sér til þess og skrá sig eitthvað og ekki alveg visst hvar það eigi heima, að þá eru kannski margir sem að halda ennþá að landbúnaður sé bara einhver gamaldags landbúnaður. Það svo sannarlega ekki lengur bara gamaldags landbúnað og búvísindum á Hvanneyri, og við erum með miklu meira námsframboð. Við erum til dæmis með BS með bachelornám í landslagsarkitektúr, í náttúru umhverfisfræðum, í skófræði, í búvísindum náttúrulega, og á meistaranám þá erum við með skipulagsfræði hér í bænum á Keldnaholti, kennum við það. Við erum með alþjóðlegt prógram núna sem heitir Restoration Ecology. Þetta endurheimt vistkerfanám, 2 ára meistaranám, kend á ensku, og við erum með mjög skemmtilegt prógram sem heitir NCHIL, sem heitir Environmental Changes at Higher Latitudes. Þetta svona norðurslóðafræði, sem alþjóðlegt og í samstarfi með háskólum í Helsinki og í Lund og fleirum, og nema okkur fljúga í dag til Grænlands í 2 vikur. Stundar rannsókna þar og koma síðan aftur heim til okkar. Mjög alþjóðlegt nám, sem sagt það fer lengra en bara búvísindi eða búfræði, sem við erum líka ennþá með á Hvanneyri, og mjög gott að vera líka með starfsmenntanám í búfræði á Hvanneyri. Svo bara til að undirstrika það á Hvanneyri, það einn af fáum stöðum örugglega á Íslandi þar sem þú getur byrjað í leikskóla hjá okkur. Kindergarten í grunnskóli líka til á Hvanneyri. Síðan við með starfsmenntanám í búfræði. Þá við með BS-nám, með meistarnám og með doktorsnám líka. Fullt af doktorsnám. Þú getur alveg byrjað frá leikskóla upp í doktorsnámi. Já, það vantar nú eitt, það vantaði nú menntaskóla, var ekki? Það vantar menntaskóla, já, við vinnum í því. En náttúrulega við erum í samstarfi með til dæmis menntaskóli í Borgarnesi með búfræðinám okkar. Já. Þannig að það að byrja ég vel bara í menntaskóla í búfræðinni? Þú byrja í Borgarnesi og síðan þegar þú varst orðin 18 ára, þá kemur þú til okkur og býr á Hvanneyri og fer í 2 ára búfræðinám. Já. Svona það, og Hvanneyri, ég reikna með flesti að þekki Hvanneyri, en þau sem þekkja ekki Hvanneyri, þetta mjög gaman að líka fara bara og kíka í heimsókn. Það bara klukkutíma akstur frá höfuðborgarsvæði. Það bara klukkutíma? Það bara klukkutíma frá Reykjavík. Maður fyrir allt og sjaldan. Allt og sjaldan, og það bara gullfallegt. Yndislegur staður. Yndislegur staður, og við vonandi opnast aftur kaffihúsi, og það alltaf landbúnaðarsafni til dæmis líka, og þetta fuglaverndarsvæði, Ramsar Site, sem við erum með á Hvanneyri, umkringt kríum þá? Umkringt kríum, ekki kríum, blesgæsum og fleirum. Já, ok. Og kannski nota ég tækifæri að segja fyrir aðeins frá verkefni sem við
fengum núna og við ætlum að skrifa undir á næstum dögum, þá er það alveg orðin formlegt. Já. Það nefnilega mjög beint tengt Andalkísá eða Ramsar-svæði á Hvanneyri. Við sóttum sem sagt, sem Landbúnaðarháskólinn í samstarfi við Náttúrufræðistofnun, við Land og skógi, við fuglavernd, með Hafró og flerum aðrum stort verkefni í LIFE-program í Brussel. Já. Hjá Evrópusambandi og við fengum jákvætt svar. Þetta mjög stort verkefni. Takk. Já, þetta rosalega stort ekki. Ég náði ekki eins og tölunni sem þú nefndir. Já, þessu mörg null, ég þarf líka að átta mig, þetta alveg meira en miljard íslenska krónur. Wow. Þetta samtals 8 milljóna evró verkefni sem mun standa alveg í tæplega 6 ár, 5,5 ár. Og sem mun gerast á Hvanneyri en líka á flerum stöðum á Íslandi og við förum sem sagt verkefni heitir Peatland Lifeline. Við ætlum að vinna með þetta wetland mýri sem á Hvanneyri og endurheimtum svæði og þá fylgir alltaf alls konar. Við ætlum að mæla áður við endurheimtum, við mælum á meðan við endurheimtum. Það snýst fuglalíf, það nokkrar tegundir eins og jarakan, stelkur og áll sem við höfum sérstaklega áherslu á. Já. Og við mókum sem sagt ofan í skurði á örugglega samtals nokkra tug hektara til að byrja með. En samtals á Íslandi meira en 1000 hektara sem við munum endurheimta og mæla og við myndum fræða náttúrulega fólk, stúdenta, nema, doktorsnema og stefnum á að við ætlum að opna svo kallar visitor center á Hvanneyri með sýning, það sem við segjum frá, þetta mikilvægt starf sem við gerum. En þetta ekki svolítið þá liður í því að við vitum betur hvaða aðgerðir skipta í alvörunni í máli, af því það eru svona stundum einhverjar loftslags aðgerðir og náttúruverndar aðgerðir sem að síðan dett úr tísku eða svona og menn veit, sem millum skógræktar nú eru menn einhvern veginn dálítið ósammála og veit ekki alveg hvort það sé raunverulega gott og endurheimt votlendis. Það eitt af því sem eru menn svona byrjar að efast að það skipti einhverju máli að endurheimta votlendi? Ég myndi alls ekki segja við efumst en það myndi mjög gott að við erum reyndi með rannsóknum í gangi í nokkur ár varðandi þess en við ætlum með þetta verkefni þá getum við alveg enn betur að mæla, fylgjast með, gera svona monitoring og segja frá og við vitum náttúrulega á Íslandi við erum alveg meira en helming losun frá Íslandi kemur úr þessum framræstum landi og það 34.000 það bíl kilometra 34.000 kilometra af skurðum á Íslandi og sumt á þessum landi getum alveg rætt hvort við getum ekki moka ofan í skurði til að stoppa eða hæga losun en að gróðurhúsalofttegunda og það sem við viljum gera en ekki bara fyrir til að vista geimana CO2, við viljum þetta líka endurheimta þetta vistkerfi svona habitat fyrir ákveðin tegundir sem við förum líka að vernda á Íslandi. Það náttúrulega nýjustu fréttir alveg skuggalegt að lóa og spói eru bara komin í útrýmingarhættu. Já, akkurat. Ja. Þannig eitthvað verður þetta liður í því. En þetta ekki kannski svolítið, gæti þetta ekki verið svolítið óvinsælt verkefni hjá mörgum bændum eða sumum bændum sem eru kannski svolítið gamalt, ekki ennþá svona bændur að búa til tún með því að framræsa land og... Já, núna verður ég bara stiga varlega til jarða hér en í okkur tilfelli erum við svo heppin að við eigum náttúrulega land á Hvanneyri
meira en 3500 hektara sem eru í umsjón Landbúnaðarháskólans og við munum hafa þessir aðgerði á landi Landbúnaðarháskólans sem við ræðum yfir, en við erum í gott samstarfi náttúrulega líka við búum okkur. Við erum náttúrulega með hestbú, með Hvannaribú líka. Og með, sem tengir skólan á. Sem rannsókna farms okkur sem sagt. Það sem nemar okkur og taka líka þátt í að vinna það, en við erum líka stundum líka rannsókna þar. Já. Ok, en þannig að það er ansið svona, það er vítt svið og gæti verið einmitt, maður sér fyrir sér að innan veggja skólans gæti verið dálítið lífleg samræða, jafnvel rifrildi að því þið eru þarna með svo bara búskap og síðan náttúrulega einmitt náttúruvernd og pælingi vistkerfum, stærra samhengi heldur bara hefðbundin landbúnaður, svo eru með landslagsarkitektúr og það eru ýmis stjórnarhald sem koma þarna saman. Já, það er stundum líf og för í mötuneyti og til dæmis bannað að nota orðið lúpína hjá okkur í hádegismat, segi ég bara. En annars allir vinir. Ok, þannig að það er þetta er gríðarlegt stórt rannsóknarverkefni mýrlendi og endurheimt votlendi sem sagt og þið eru hvað, það eru margir eins og segir sem eru með ykkur í þessu, en er líka eitthvað alþjóðlegt rannsóknarsamhengi? Já, það er eitt samstarfsæli í Bretlandi, þetta RSPB, þetta Royal Society for Bird Protection. Og það er eiginlega sorglegt og eiginlega samt skemmtilegt saga að síðan Brexit gerist þá var alltaf meira erfitt fyrir að breska rannsóknarstofnanir og líka NGOs í þessum tilfelli að sækja í sjóðir í Brussel. Og þau eru í samstarfi með okkur, náttúrulega mjög spennt fyrir fuglalífi á Íslandi og áttum samband og alveg þeim líka að þakka. Þeir voru búin að setja mikið tíma, orku og manpower og womanpower sérstaklega í þetta að skrifa þetta umsókn með okkur og þau eru náttúrulega með mikil reynslu þar úti og þetta tókst bara mjög vel. Og í gegnum þetta alþjóðasamstarf vorum við búin að lenda stærstan styrk í sögu Landbúnaðarháskólans. Og það er náttúrulega, maður getur verið umdeild ISB, en á sviði rannsóknar og umhverfisverkefni, það er án spurninga, getum náttúrulega fáum við mjög mikið benefit frá því að við vinnum saman með europskum samstarfsaðilum og sækjum í ESB styrki líka hingað til landsins og við munum vera með styrk og við leirum þetta verkefni og fara alveg miljard íslensku krónum í gegnum okkur til samstarfsaðila og við munum þurfa að ráða fólk til að vinna þetta verk og byggjum eiginlega upp starfsemi skólans líka með þessum erlendum styrkum sem við sækjum á hverju ári. Vá. Þannig að þetta eru algjör atvinnu sköpun og atvinnu þróun í kringum skólastarf. Já, en hvað er það fleira sem er svona mikilvægt? Ef maður hugsaður hvort að sem við myndum kannski segja að þetta er komið svolítið langt frá því að búvísindunum gömlu, þú veist, að vera bara eitthvað að elta upp einhver Evrópuverkefni og vera einhver rosa alþjóðasamstarfi og þessi rannsókna vinkill. Getur þú svona sagt fyrir það sem eru skeptískir, af hverju er það mikilvægt? Við erum búin að sjá að þetta bara virkilega er atvinnuskapandi, en getur þú sagt svona líka af hverju er það mikilvægt fyrir skólan og fyrir kannski bara Íslendinga eða heiminn? Náttúrulega þarf að hugsa, háskóli er náttúrulega kennslan og það er líka rannsóknir og akademiska starfsfólk sem stundar rannsóknir nota náttúrulega líka niðurstöður úr rannsóknarverkefnum til að kenna nemum. Maður sér það bara mjög skýrt með doktorsnemum sem við eigum núna það bíl 15 doktorsnema að útskrifast nokkri núna á þessu ári. Þá er alltaf
gaman að fylgjast með hvernig rannsóknarverkefni, peningar sem við öflum, sem við veiðum úti og getum við bjóða upp á doktorsnám hjá okkur og doktor sem fara alveg djúpt inn í þetta subject og vera alveg sérfræðingur í því og miðlum þekkingu áfram til nemar í meistaranám, í bachelornám og jafnvel líka í búfræðinám. Og þess vegna alltaf stuðning ríkisins alltaf takmörkur á Íslandi. Við erum mjög þakklátt að við fáum eitthvað stuðning og framlag en það liggur alveg hjá okkur og það alltaf sóknar tækifæri fyrir háskóla í dag að við skoðum og fylgjumst nákvæmlega með í samstarfi með erlendum háskólum. Við erum með cirka tæplega 50 samstarfsháskóla innan ESB sem við vinnum með og við reynum að skrifa umsóknir í samstarfi með þeim og koma auka peninga til okkur svo við getum byggt upp okkur innviðir, starfsfólk, ráðum starfsfólk, fáum fleiri doktorsnema og svona virkar það í dag eiginlega í nútíma háskólanum. Já, þannig að þið eru ansið svona sjálfbær, þannig séð, sko. Já, meira og meira. Við sjáum þetta tölur, hvernig það fór upp á síðasta árum, hlutfall, erlenda styrkir en líka innlends styrkir sem við sækjum meira og meira í. Þetta bara mjög mikilvægt hlutur af okkur budget í raun og veru, já. En ungt fólk að finnst þér átta sig á því að þarna raunverulega svona svolítið falin perla þannig sé að þetta bara svona stutt frá og út í sveit kannski halda margir að alþjóða samstarf sé frekar í Reykjavík sem sagt og margir með sem fordóma gagnvart rannsóknarstofnun út á landi eða hvað áttamenn finnst þér eru menn hissa eða Ég held margir eru alveg hissa þegar þau koma á Hvanneyri og upplifa hvað í gangi á Hvanneyri En við erum náttúrulega líka með okkar City Campus á Keldnaholti í Reykjavík og förum mikið á milli staðana. En ég held eiginlega ótrúlegt að við hugsum líka okkur starfsfólk landbúnaðarháskólans. Við erum aðeins meira 100 og eitthvað starfsmenn á Hvanneyri. Í dag erum við alveg 20% starfsmanna eru erlendis frá. Og það breytt svona mjög hratt bara á síðustu örfáum árum. Það voru bara nokkru einstaklingar sem lendi eitthvað svona hjá okkur núna í dag. Við auglýsum starf, það sækir líka fólk frá Íslandi en jafnvel erlendis frá og kemur til okkur og fólk mjög mikið spennt að flytja líka á Hvanneyri. En það búa núna kollega frá Mexiko, frá nýbúin frá Kína og Österriki, frá Ítalíu, á Hvanneyri, frá Tékklandi, kollegi minn, nýbúin að koma til landsins í fyrra. Mjög skemmtilegt fjölbreið en lítið samfélag þar. En vantar ekki þá svolítið að bara hraða líka uppbyggingu á svona samfélaginu þar að segja það sem gerist kannski á Íslandi á tímabili þá urðu samfélög eins og einhvern veginn máttlaus og lítil sko. Þegar það svona flott rannsóknarstofnun þyrfti ekki líka vera bara stærra þorp og... Já, ég veit ekki hvernig þú komst síðast á Hvanneyri en það bara krana. Já, ég verði að vikið, það ansi langt síðan. Já, það ansi langt síðan. Það þarf bara að beygja einu sinni inn, þetta bara... Áður maður kemur á Borgarnes? Áður maður kemur á Borgarnes að brúin þá bara 10 mínútur akstur frá Borgarnesi í raun og veru. Gaman að heimsækja safnið og taka smá göngutúr með besta frisbeegolf völlu landsins. Margir mæta bara í frisbeegolf. En það alveg uppbygging í gangi og borgarbyggt, útlutast byggingarlóðir og fólk fjölskyldur, jafnvel ótengt skólanum byggja þar upp. Gott að búa þar. En við ætlum líka að sækja að byggja nýja nemendagarða. Það smá flöskuhals fyrir okkur að við viljum taka inn fleiri nema. En það cirka 160 nemendur sem
geta búið á nemendagörðum í dag en við viljum byggja meira og bjóða upp líka á sumarstarf á sumarnámskeið summer courses vinsælt hjá okkur. Við erum núna í byrjun ágúst með sumarkurs í landslagsarkitektúr og búin að skrá sig 29 erlenda nemar til að koma í 10 daga á Hvanneyri. Hugsa sér. Það er gott að vera líka með capacity og með infrastruktúr til að taka á móti þeim. Já. Og þetta er náttúrulega líka atvinnutækifæri ætti að vera, þú veist, að bara taka á móti slíku hérna. Þetta er svolítið öðruvísi heldur en þessi svona hefðbundna ferðamennska sem er svo mikið á Íslandi. Þetta er svolítið öðrum. Já. Ég var bara með fund núna í síðustu viku með nýnemum sem koma til okkar í haust. Það er cirka 40 útlendingar sem byrja í ágúst hjá okkur og það er alltaf svolítið magn. Og ég sé að við Landbúnaðarháskólinn á Íslandi er einasti háskólinn í heiminum sem er í miðju svona Ramsar wetland side, mjög sérstakt. En við erum líka einasti háskóli í heiminum örugglega án public transport. Já. Það er ekki strætó. Nei. Og það kemur ekki strætó, hann kemur bara í Borgarnes? Hann kemur bara í Borgarnes og það er eitt núna á virkudegum getur einu sinni klukkan 6 kemst sem er litla rútu á Hvanneyri en annars þurfum við náttúrulega að redda far eða við skiplega það aldrei kringum það. Talandi samfélagi, sko. Þetta er þetta sem að er. Ég sé alltaf við skiptinni gott að finna sig strax víni sem eiga bíl. En veitu, er þetta þá bara 40 útlenskir sem koma úr erlendum háskólum? Já. En þannig að er það meiri hluti þá nemenda sem koma annar staðar frá? Ekki meiri hluti á... Nei. Hvað eru margir þá nýnemar? Hvað getur það? Já, þá kemur ljós 5. júní. Það kemur ljós 5. júní. 5. júní er umsóknarfrestur. En við gætum alveg að rekna með vonandi 150 nýnemum. Vá. Kannski. Það er aldrei viss. Segja og kannski við meira bjartsýn að ég treyst mig að segja það. Og nú erum við búin að tala um samfélagi. Það vantar svona stundum en þú ert nú annars jákvæður og bjartsýn samt vantar strætó og svona. Það er hérna... Og búð. Vantar búð kannski, já. Og kannski eitthvað annað. Svona til þess að... og stúdentagarða líka, já. En hvað með rannsóknarumhverfið? Eða þú veist, rannsóknarsamfélagið á Íslandi, er það líka svona gloppótt, þú veist, vantar strætó inn á milli rannsóknarsamfélagina hér eða er bara virkilegt neðanjarðar tengslakerfi á milli þessara rannsóknarstofnana á Íslandi? Við erum náttúrulega tengt mörgum íslenskum samstarfsaðilum. Við erum mjög gott samstarf líka með HÍ og fleiri og Matís. Við erum búin að skrifa undir samning samstarfssamning með Matís bara sem dæmi, Hafró og flerum. En okkur vísindafólk sem betur fyrir erum við með bíla og með svolítið infrastruktúr til að koma starfsfólk okkur á milli og út í feldvinnu og okkur fólk þarf til að mikið fara út í að stunda rannsók. Við erum ekki bara með rannsók í kringum Hvanneyri. Við erum líka aktív fyrir norðan, fyrir austan, fyrir sunnan. Til dæmis má ég nefna hana sem vakti svolítið athygli undanfarin en kort tilraunir sem við gerum sem skiptanlega gríðarlega máli fyrir Íslandi í dag með tölum fæðuöryggi og meira. Að við byggjum upp og við erum í jarðræktarmiðstöð og við stefnum á að byggja nýja jarðræktarmiðstöð núna. Jarðræktarmiðstöð. Okay. Ég veit ekki svona hvað það er, jarðræktar. Við stundum korn til raunir og það er rannsóknarhópur hjá okkur. Alveg stór hópur sem rannsóknar bygg, hafra, hveiti, áburður og alls konar og þá erum við með samstarf með bændum til dæmis og á Gunnarsholti fyrir sunnan og nálægt Höfn fyrir austan þá við gerum tilrauna allstað og þá þurfum við að færa líka tæki og tól og mannskap milli landsluta
aftur og aftur til að vinna í þessum rannsóknum. Og það er alveg framtíða rannsókn til að finna þetta perfect big tegund sem hendur okkur hér á Íslandi. Og við erum með svolítið potential að rækta meira korn á Íslandi. Það hefur verið ræktað í Vallatúni, ekki fyrir austan? Fyrir austan, já, til dæmis. En ennþá flýtum við inn 99% af korni sem við notum hér á Íslandi. Það er svona room for improvement, myndi ég kalla það. Hvað segir, er það 99%? Já, ég það er bara örfáum 1000 hektara sem við stundum kornræktun á Íslandi og flest kemur öll frá erlendis frá. Já. Sko, maður man eftir hrun, þá var svona allt í einu höfðu menn, til dæmis fóru menn að hafa áhuga á landbúnaðarháskólanum. Það man ég bara eftir því að þá voru í Bændablaðinu og svona oft maður heyrði að þá fannst mann einhvern veginn svo verið svo mikilvægt starfið í landbúnaðarháskólanum vegna einhvers bara einmitt fæðuöryggis og út af pælingunum sjálfbærni og bara þessa svona tilfinningu fyrir nýjum tímum. Svo það eins og svona maður allir hafi gleymt sér aðeins. En ekki komið aftur svoleiðis núna? Pínu svona neyðarástand þegar þú talar fæðuöryggi? Algjörlega, ég meina þetta var COVID og það var alltaf stríð í Úkraín núna sem undirstrika bara mikilvægi að við þurfum að vera meira aktív, við þurfum að byggja meira upp líka í ylrækt og í garðyrkjur, í kornrækt, einlega allstaða, þá þurfum við að vera undirbúin að við sjáum fæðuöryggi á Íslandi. Og það er central player Landbúnaðarháskólinn til að sinna þessum rannsóknum og við erum með sem ráðgjafi líka hjá ráðherrum að koma inn með skýrslu hjá okkur til að sýna fram hvað er mikilvægt að gera og það er einlega svo spennandi ímyndist starfsumhverfi fyrir unga fólki að hugsa lengur ímynd íslenska bændur það þróast alltaf líka í framtíðina við unga bændur það vinna með drónum í dag og eins og vera í PlayStation með fjárstýring en alls konar ný tegundar sem við rættum og það er spennandi mjög spennandi einlega framtíða starfsumhverfi sem unga fólk getur sótt Og líka kannski og að því að þið eru að skapa þessi tengsl við rannsóknar alþjóða samfélagið eiginlega í rannsóknum að þá er það náttúrulega líka rosalega spennandi að þessi þekking sem að þið eru að skapa eða svona þessar rannsóknir að það náttúrulega getur verið bara ef einhver með svona tilfinningu að langilega gera eitthvað sem skiptir máli einhverju svoleiðis að þá er þetta kannski einmitt núna þekking sem skiptir máli að það sé hvað er gert í loftslagsmálum, hvað er gert í náttúruvernd, hvað er gert í fæðuöryggi þannig eru það eiginlega þið eru svolítið svona í brautryðjanda starfi núna er það ekki? Já og í þessum samhengi kannski líka gaman að nefna við sem Landbúnaðarháskóli byrjum fyrir 2 árum eins, erum á 3 ári núna að við tökum þátt í svo kallar Europeiska háskólanet sem heitir Unigreen Alliance, þetta er The Green European University. Þetta er samstarf 8 landbúnaðar- eða lífsvísinda háskóla og fengum mjög stóran styrk til að byggja upp þetta samstarf og það er svona langtíma perspektíf í því. Það er markmið Evrópusambandsins frá Commission að byggja upp núna 65 svona háskólanet og HÍ er líka í Aurora, HR í Neurotech Alliance og núna nýkomin Bifröst í Open EU, svona online. En við erum sem sagt í Unigreen og það er mjög líka skemmtilegt og mikilvægt samstarf sem við gerum með þessum háskólum sem opna svona nýra dyrna líka fyrir ekki bara fyrir studenter, líka fyrir starfsfólk en þá bjóðum við til dæmis upp svona joint program til dæmis doktorsprogram núna sem
við kerum saman með háskólum í Modena og með háskólum á Spáni, í Almería, og þá getur alltaf nema fara milli öllum þessum löndum. Og við byggjum núna upp og erum að ráða inn verkefnastjóri til að gera þetta í fyrsta skipti eiginlega á Íslandi. Þetta er smá historical footnote hér. Að við bjóðum upp vonandi frá með næsta skólaár, haust 26, á dýralæknisnám. Sem aldrei var kennt hingað til á Íslandi. Það er mjög dýrt nám, en við ætlum að gera þetta í samstarfi við HÍ og Keldur og Hólar og samt með Unigreen samstarfsskóli í Varsjá í Pólandi, sem er lífsvísindi háskóli í Varsjá. Og þeir eru með alþjóðlegt dýralæknisprógram þar og íslenski nemar sem byrja hjá okkur í 2 ár, fara síðan sem hópur út til Póllands, stunda nám í 3 ár bara og koma síðan heim og klára námið hér á 7. og síðasta ári. En við vitum í dag eru cirka 65 Íslendingar í dýralæknisnám erlendis, í Slóvakía, á Norðurlöndum, á Spáni, út allt, en sem einstaklingar. En við reynum núna að bjóða upp á nám hér, þá getum við byrja hjá okkur og fara síðan út sem hópur og koma aftur heim sem hópur út. Oft einstaklingar fara út og skilja sig aldrei heim. Þau tínast hægri og vinstri. Já, það hefur verið náttúrulega svolítið vandamál á Íslandi að fólk kemur ekki tilbaka. Og við höldum vonandi svo betra utan þennan hóp og erum alveg með námskrá akkurat prógram og það er alltaf líka aðeins ódýra, þú fyrir bara út í 3 ár í staðan fyrir 6 ár. Og við munum náttúrulega fylgjast þeim og sækja auka styrki og nótum líka Erasmus og svoleiðis til að bjóða upp dýralæknisnám líka á Íslandi og það mikið þörf fyrir dýralæknir á Íslandi. Já, þetta er náttúrulega, þið eru greinilega með alveg mjög meðvitið þörfina fyrir Ísland og á Íslandi, en er þetta líka svona á heimsvísu, myndur þú segja, bara gott fyrir heiminn einhvern veginn að fólk sé í svona tengslum, núna þegar það er svona erfitt hjá þessum alþjóðastofnunum og mikið stríðsstemning í heiminum, því miður, mörg stríð í gangi. Heldur þetta sé ekki svolítið gott þá að vera í svona samskiptum? Já, ég segi alltaf, ég er náttúrulega ESB-fan. ESB-fan, já. Já, og hef alltaf verið, sem Þjóðverji, það skiptir mikið máli fyrir mig, svona sögulegt. En það prógram hjá ESB sem er vinsælst, þetta er Erasmus, sem er alveg meira en 30 ár núna í gangi og svona skiptinema fyrir skiptinema, fyrir skiptinema í dag er það alveg mjög stort prógram líka í starfsmenntanám fyrir grunnskóla, fyrir íþróttafélög og allir, og við Íslendingar erum mjög duglega að nota okkur Erasmus til að fara út og við tökum líka náttúrulega á móti fólk. En þú lærir mjög mikið með að fara út og stunda nám og fá þekkingur og svoleiðis, en það sem mér finnst alltaf mikilvægast og gaman að sjá krakka, stúdenta sem fara út og upplifa, lifa í eitthvað nýtt land, koma heim og mynda tengingar erlendis. Þetta er bara svo mikilvægt sérstaklega fyrir okkur sem við erum hér á eyju. Það er svo gott og mikilvægt, við erum tengd Evrópu. En mælikvæði sem er svona óformlegt mælikvæði er alltaf sagt Erasmus börn sem eru í dag meira en 1 milljón. Erasmus börn eru börn sem gerist í gegnum fólk fer í skiptinám, kynnast ástina úti, kynna sig og þá úr þessum tengum koma, við köllum Erasmus börn. Já, svoleið, já. Og það er alltaf algjör Evrópa búa framtíðar. Og mammi og pappi frá mismandum löndum. Já. Og þá tengi okkur svona saman. Mér
þetta svona á persónulega nótum, mér finnst það mjög mikilvægt. Ekki endilega til að fá börn í Erasmus, ég segi það ekki við nefndum mínum, en bara svona sem mynd. Líka, svona við búum saman hér í Evrópu og við erum alveg hluti af því, af mínu skilningu. Og gaman að senda og taka á móti skiptinu. En fyrst við erum komin á, fyrst þú fórst nú yfir á persónulega sviðið og rétt svona undir lokin, þótt þú sért hérna svona fulltrúi Landbúnaðarháskóla Íslands, má ég bara samt spyrja svona, ert þú Erasmus barn eða hverju ert þú hérna, hverju ert þú á Hvanneyri til dæmis, þegar þú segist nú, þú ert fæddur í Þýskalandi? Já, ég fæddist og uppalinn í Þýskalandi, í heimaborg Nürnberg í Bælandi, fallegt borg. Ég kemst til Ísland alveg fyrir 14 árum núna, síðan ég flykti hingað. Ég ekki Erasmus-barn, foreldrar mínu báðir Þjóðverjar, en ég kemst hingað núna með fjölskyldu með börn hér og valdi sem sagt Ísland sem land til að búa. Mér finnst mjög gott að búa hér. Valdur það út af rannsóknarumhverfinu eða valdur það út af ástinni? Já, það náttúrulega, við segjum að það gerist annarkvort kemur fólk hingað út af hestunum eða út af ástinni. Fyrrverandi kona, ég hitti hana í Berlín. Þess vegna kom ég til landsins, en í dag býr ég með kærustu mína og 4 börn saman í Hafnarfirði, ekki á Hvanneyri. Ég fer sem sagt á milli. Já, og væri auðvitað gott að það væri strætó, en þá er rétt ein spurning áður en ég sleppi, sko, hvað finnst þér við Íslendingar vera nógu meðvituð mikilvægi svona starfs eins og þið eruð að vinna á Landbúnaðarháskólanum, er nóg, eins og þú ert að nefna þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem þið eruð að vinna, sko, það er atvinnusköpun, það er spurning líka bara fæðuöryggi og loftslags, bara framtíð okkar og svo leiðis í húfi. Finnst þið vera svona nógu mikill stuðningur við þetta? Eiginlega já. Og alltaf þegar fólk kemur, og oft koma líka íslenska hópur í heimsókn á Hvanneyri, og samt oft svona aha-moment, veit ekki allt sem við gerum. Við þurfum líka að vera dugleg og segja meira frá, og takk fyrir að bjóða mig hingað til að nota tækifæri. En mér finnst fólk veit alveg hversu mikið skiptir máli, sérslega fæðuöryggi, en líka umhverfismálin yfir höfuð. Og ég vona bara að framtíðin sé björt, og ég alveg viss fyrir Landbúnaðarháskólann, það svo mörg verk sem við þurfum að vinna, og við gerum þetta. Og það eru einhverju bændur eftir, það ekki bara allir orðnir ferðaþjónustu bændur, það eru bændur. Það eru bændur líka eftir, já. Það er mikilvægt að endurhugsa landbúnaðinn, er það ekki? Já. Fyrir þá sem eru að veltaði fyrir sér hvort er að skrá sig í hvað háskóla er að skrá sig, eða er alltaf að skrá sig í háskóla, þá allavega getum við gerna mælt með því að kynna sér, þá hefur þú sagt þeim hérna aðeins, og fara jáfnvel í heimsókn á Hvanneyri, og jáfnvel hægt að fara inn á vefinn, er ekki, og sjá lbhi.is, og umsóknarfrestur 5. júni, gaman að kynna sig aðeins námsframboð Landbúnaðarháskólans. Og Kristján Schulze, umhverfisskipulagsfræðingur og landslagsarkitekt, sviðsstjóri rannsókna og alþjóðamála í Landbúnaðarháskóla Íslands. Hjartans þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og til hamingju með þennan risastóra styrk sem við vitum ekki hvað eru mörg 0 í, en allavega mjög mörg, og mun koma sér vel fyrir marga og mörg. Takk fyrir. Takk fyrir. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Og Ólöfu Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Segjum þetta gott í bíli hérna við rauðaborðið og fyrir mig smá pásu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
verið velkomin að Rauðaborðinu aftur. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, Sólrún Harðardóttir, kennari og námsefnishöfundur sem var að hanna og bara semja eiginlega nýjan stórmerkilegan vef sem að heitir Náttúra Reykjavíkur og það er eiginlega bara, maður gleymir sér alveg ef maður fer inn á þennan vef, sko. Þetta eins og að fara bara í heilan skóla. Ég hugsaði mér ef það kemur eitthvað COVID aftur eða eitthvað, þá var þetta mjög sniðugt bara bæði fyrir kennara og nemendur og alla náttúrubörn að þetta svo mikið svona sniðu og skemmtilegu forvitnilegu efni. Hvernig kom það til að þú komst þessu öllu saman? Já. Takk fyrir það, Oddný. Það er fallega sagt. Já, tilurðin, það er eiginlega bara þannig að ég hafði tíma til að gera þetta. Ég hafði líka reynslu á því að vinna vefi ákveðin svæði. Ég hef gert vef líka Skagafjörð og Kópavogsbæ. Og svo náttúrulega hafði ég mikinn áhuga og tel mjög mikilvægt að börn kynnist vel náttúrunni í sínu nánasta umhverfi. Já. Og tel að fræðsla hana sé mjög mikilvæg og mannbætandi, þannig að það er svona svolítil ástríða í þessu líka. Þannig að menntunin bara til hana afskaplega mikilvæga í þessu samhengi. Það er svolítið, maður finnur það að þú ert að miðla til þeirra sem kannski eru ekki aldir upp á heimilum sem að stunda útivist reglulega. Þú ert eins og að koma móts við þá sem bara vita valla hvert eiga að fara eða eru að fara út í náttúruna og vita ekki hvernig eiga að vera klæddir eða svoleiðis, að þú kemur svona móts við ýmsa svoleiðis. Já, þessi vefur ekki hugsað þannig að þú eigi bara að liggja við tölvuna og kynnast náttúrunni gegnum vefin. Þannig heldur vefnum ætla það að styðja fólk í því að fara út og skoða náttúruna og kynnast henni. Og þannig að hún þessi vefur þannig stuðningur við krakkana og við þá sem eru að vinna með börnum. Í rauninni hugsa ég þennan vef þannig að hann sé ætlaður börnum svona kannski svolítið í fylgd með fullorðnum. Já. Þannig að svona í skólastarfi kannski, í frístundastarfi, krakkar með fjölskyldu sinni að þau fari út og þarna eru börnin ávörpuð en þarna eru líka svona leiðbeiningar til hinna fullorðnu. Þannig að bæði börnin og hinni fullorðnu græða á, ættu að finna sér þarna ýmis konar fróðleik. En það er ekki bara einhver fróðleik, það er líka svona verkefni. Já. Hvað er hægt að gera út í náttúrunni? Og þá er ég svona með það mjög mikið í huga að krakkarnir svona læri að njóta náttúrunnar. Og það eru alls konar verkefni sem að fá þau til að hugsa, að skoða, pæla. Þetta er svona eflir náttúrulæsi algjörlega. Þú ert eiginlega náttúrulæsis kennsluefni. Já, það má segja það. Og kannski er þetta pínu tungumálakennsla. Líka, já. Því að náttúran hefur ákveðið tungumál. Já. Og að læra tungumál náttúrunar, það þarf að rækta það. Það gerist ekki bara 1, 2 og 3. Það þarf að vinna í slíku námi líka. Og
og þarna einmitt svona verkefni svona sem eru líka eins og leikir, örfa líka leikgleði, svona geti ímyndað mér, en samræðu sko, því að þarna eru einmitt fullorðnir sem eru þá í samræðu við börn og þannig að þetta er eiginlega upplæður svona samræðu grundvöllur fyrir kannski fullorðna sem veit ekki alveg hvað þeir eiga að ræða við börnin sín. Já, akkurat og svo eru margir sem eru svolítið svona rægir við að fara út í náttúrunni kannski með barnahóp eða halda þeir veit ekki nóg. Þannig að þetta ætti að styðja við fólk að vera ekki hrætt við náttúruna og bara að vera svolítið með börnunum svona kannski svolítið á svona jafningjagrunni að virkilega pæla í hlutunum og náttúra sem slík nú bara þannig að hún er svona ákveðin aflvaki sköpunar. Já. Leið og þú ert úti einhvers staðar í fallegu umhverfi þá fer svo margt af stað í huganum. Sérstaklega ef þú gefur þér tíma. Og þessi verkefni sem ég set fram að það eru gjarnan svona einhver verkefni sem eru svona opin og íta undir skapandi hugsun og bara eru skapandi verkefni. Já, maður finnur það einmitt. Þarna er mjög svona skapandi nálgun á nám og náttúruna og bara einhvern veginn samveruna svona. Já. En það er svo líka gaman að hvað þú ert búin að kortleggja þannig að kortleggja svæðin og hvað eru mögnu náttúrufyrirbrigði inn í borginni sko, sem að kannski maður getur auðveldlega litið bara framhjá og gengið framhjá. Akkurat, sumir halda þessi engin náttúra í borg en það er bara misskilningur og kannski er Reykjavíkurborg óvenju rík af náttúruperlum eða við ýmsar aðra höfuðborgir segjum. Þannig að það er mjög margt hér að skoða. Það er mjög margt hægt að telja upp. Hérna eru steingervingar, hérna eru minjar frá jökul, frá jökulhlaupi, frá síðasta jökulskeiðin. Já. Og lundar, sumir hafa aldrei séð lunda. Lundi er í landi Reykjavíkur. Já, ég hef aldrei séð lunda í Reykjavík. Dæmi. Já. Og hérna er laxveiðár, fjörurnar. Já. Þetta er óbáslega dýrmætt. Og svo margt fleira. Og bara líka garðarnir, Hljómskálagarðurinn, viltur fuglar á tjörninni. Þú veist, það er líka náttúra í görðunum. Það er margt hægt að pæla í kringum fallið blóm þar eða það eru margir sem segir náttúrulega að vera út í náttúrunni, það er svona bara fara og vera út í náttúrunni sjálfu sér auðgandi, en mörgum finnst gott að hafa eitthvað fyrir stafni eða hafa eitthvað verkefni og sumir eru einmitt að veiða eða hlaupa eða gera eitthvað svona tiltekið. Og þannig er þú eiginlega að búa til svona, þú ert eiginlega svona svolítið á mörkurum að þetta er svona hvað er þetta svona ráfa náttúruna bara svona og uppgötva og labba svona stefnulaust, ekki beint í neinu prógrami. Og svo hins vegar er þetta samt líka svona, þú ert eiginlega rétt okkur alveg fullt af litlum verkefnum og svona plönum og prógramum sem að við getum haft hérna til þess kannski að bara til þess eiginlega að gera útivistina líka svona skemmtilegri. Já. Ekki bara til þess að fræðast sko. Nei, einmitt. Þetta er bæði svona að fræðast og vera úti eins og þú segir. Já. Og vera saman. Já. Og þarna er sko þetta vefurinn er þannig uppbyggður að það eru svona kannski svolítið svona almennir kaflar, ef má kalla það svona ólík búsvæði. Það er þurrlendið og það er sjórinn og það er votlendi. En svo er
líka fjallað sko ákveðna staði og svo þessu náttúrulega krækt saman eftir því sem að við á. Þannig að og þarna eins og segjum kannski það sem að umfjöllun almennt þurrlendið þá líka farið út í jarðfræðina og líka svona kannski svolítið landafræði bara það að þekkja svolítið hvað snýr upp og niður á Reykjavík, hvernig hverfin eru, hvernig þetta hefur þróast. En hvernig þetta svo margsháttarlega þekking þarna, sko. Þú veit einmitt á þróunarsögu, líffræði og vistfræði alls konar. Hvernig eiginlega aflaðið þú þér? Er þetta ekki búið að vera alveg gríðilegt verk svona? Koma þessu öllu saman? Jú, þetta hefur verið mikið verk. En ég hef unnið námsefni á þess. Ég reyndur námsefni sögundur. En alltaf yfirleitt ég með svona eiginlega svona það sem ég kalla vistfræðilega nálgun. Þannig að ég að horfa á það sem lifandi en einnig hið lífana og setja þetta allt í samhengi. Það ekki endilega mjög áhugavert að vita bara hvað þessi og hinn plantan heitir, þessi og hinn fuglinn. Það langt meira áhugavert að vita eitthvað þessar lífverur og af hverju þær eru þarna en ekki eitthvað annars staðar. Hvað það í þeirra byggingu, þróun, lífi sem tengir þær við umhverfið sitt, aðra lífverur. Nágrenni við fólk, hvaða áhrif hefur byggð á villta náttúru til dæmis. Það hefur sýnt sig að skógaþrestir til dæmis í borgum, þeir hreiðra sig hærra í trjánum heldur en skógaþrestir út í villtum skógi. Og hversuna skildi það vera? Fólk getur pælt í því. Þú ert búin að vera höfundur námsefnis. Þegar við fundist vera komin tími til að vera með námsefni, sko þú hefði getað sett þetta í allar þessar upplýsingar, þótt að séu vídeo og myndir og svona, þú hefði getað samt smellt þessu í bók, en þér fannst mikilvægt líklega að hafa þetta á neti og þannig að þetta væri raunverulega nám sem færi fram á göngu eða í vettvangsferðum eða svoleiðis. Já, það mjög margir kostir við það að hafa þetta efni á vefnum. Ég kræki í mjög margt. Það þarna lifandi efni. Þú setur ekki svo auðveldlega lítil myndböndin í bækur sem dæmi. Og svo þetta líka þannig að þetta lifandi efni. Ég með svona fréttaflutning þarna og segja þetta reglulega inn fréttir af því sem ég finnst ástæða til að vekja athygli á. Ég var einmitt að skrá mig í gær á postlista þannig að til þess að fá líklega þá fréttir frá þér. Já. Þinni fréttastofu. Þegar ég seti nýja færslu að þá fá áskrifendur post. Já. Og geta þannig fylgst með og þannig minni ég líka fólk á vefinn. Og hvers getur þú sagt okkur eina frétt svona, getur það að gefa okkur vistfræðileg fréttastofa svona? Ég setti nú náttúrulega þegar sumardagurinn fyrsti var svona og hvað það fæli í sér og hvað væri áhugavert að fylgjast með. Ég með bak við eyra það sem að fer í næstu færslu og kannski gerist það bara í dag og morgun. Því að það kom frétt það í Ríkissjónvarpinu helgina að það hefði fundist steingervingar upp í Eiðsvík sem ég langaði til að vekja athygli á og krækja í. Þannig að það verður líklega næsta frétt. Og þannig að bara eftir því sem að efst á baui í náttúrunni eitthvað sem að kemur í ljós, eitthvað að gerast. Er þessi vefur sko á vegum Reykjavíkurborgar eða á þínum eigin vegum svona? Þetta eiginlega bara minn vefur. Já. En Reykjavíkurborg hefur hjálpað mér og hún hefur koma að þessu svona svolítið í lokin að hjálpa mér að kynna hann og þannig að allir kennarar
og fólk í frístundastarfi hefur verið látið vita hann og kannski verð ég með einhverja pínu námskeið eða kennslu hann í haust fyrir fólk sem fyrir kennara og fólk sem að leiðbeina í frístundastarfi. En í raun og veru þetta minn vefur, en ég sótti styrki og fekk styrk úr þróunarsjóði námsgagna, það var fyrsti styrkur og þá var það ekki aftur snúið. Þá ákvað ég að fara í þetta. Hagþenki styrkti þetta líka og eins og ég segir Reykjavíkurborg. En þetta svona, þú ert orðin eins og hálfgerður eða svona skólastjóri í þessum litla náttúru skóla fyrir borgarbörn. Já. Það náttúrulega svolítið vald sem að ég með. Ég sjáum það bara þú tóðum alveg hérna. Ég svona ritstjórinn á þessu og höfundur og síðan þetta en ég nú alveg í sambandi við fólk, kennara og hérna og hef og bara sérfræðinga, ég náttúrulega vil að þetta sé allt rétt og sleikt og ég má til með að nefna Hrefnu Sigurjónsdóttur sem var kennari minn þegar ég var í kennaranámi, náttúrufræðikennari sem hefur verið mjög hjálpleg. Já, og hún þá líka, deilið þið þessari svona hugsjón kennslu, svona annars konar svolítið kennslu eða hvað? Þetta pínu, ekki svolítið vöntun á svona kennsluefni? Jú, ég held að það sé ekki vafamál. Nei. Að það skortir og einmitt þetta sko ég held að sé svolítið þetta sko að kennarar séu svona rægir að þetta svona munið ég held að kennarar vilji fara meira út en þeir eru svolítið rægir þetta virkar vesen en í raun og veru það minna vesen og meiri gleði sem kemur út úr því en fólk kannski að vona á og oft hefur komið í ljós að þeir sem eiga kannski svolítið erfitt inn í kennslustofu að þeir blómstra þegar þeir koma út í náttúruna. Já. Þannig þetta líka bara svo skemmtilega sko praktískt, þú veist, þú ert að kenna að búa til hérna veiðigræju til að veiða hornsíli og svona eitthvað sem maður getur ímyndað sér að þú veist að vera svo gaman fyrir hópa krökkum að undirbúa af því að þú líka leggur miklu áherslu á að undirbúa ferðina og einhvern veginn að pæla í það eins og maður hafa tilfinningun þetta sko þetta sé ekki bara svona ferð sem að skólahópurinn fyrir einu sinni fyrir eina ferð eða tvær heldur sko fleiri að því svona áframhaldi í því. Já. Þannig að kannski ertu svolítið að bylta skólakerfinu, núna verður bara skólagangur meira og minna bara úti í fjöru. Ég held að sé mjög mikilvægt að svona vettvangsferðir hafi markmið. Og það bara verður árangursríkar og börnin finna það alveg. Þau finna alveg að þegar þau virkilega eru að læra og skoða og vita hvað þau eiga að gera og með augu og eyru opin og allt það. Og svo geta þau sjálf mitt farið og fyllt í eftir, kannski með því að kynna sér svona eins konar ítarefni það ekki? Já, einmitt. Þannig hægt að hérna að bara kafa hon í alls konar fróðleik ýmislegt. Og eins og þú varst að lýsa þá þarna þú veist að tala hérna búnað og svona þú veist að þetta ákveðin stuðningu við að fara út það listi yfir hvað gott að hafa með sér ef þú ert að fara út í skó. Já. Það listi yfir það sem þú gott að hafa með sér þegar þú ferð í fjöruna. Já. Og svo framvegis. Þetta rosalega gulls í gildi og þú ert þarna að segja mann líka munin á að vera í nærfatnaði úr ull og hérna og gerviefnum og hvað vitt hlýrra og bara þannig að ferðin sé ánægulegri einhvern veginn. Já, það alveg ömurlegt að vera kalt í vettvangsferð. Það bara leiðilegt, þá viltu bara fara heim. Já.
það bara þannig. Og kannski það auðveldara, þú veist, maður veit náttúrulega að krakkarnir vilja bara vera kannski í einhverjum ákveðnum fötum sem þeir vanir að vera í eða eitthvað, en það kann að vera auðveldara að geta bent á rökin, þú veist, hvað ullin gerir og ráðleikingar sem eru þarna setta fram á vefnum. Já. En hefur fundist eins og sko þetta veki áhuga, af því þú ert með ansið svona breytt svið og eiginlega nokkra svona nálganir, það mætti halda að væri búin að stúdera sko heila, hvað er það, svona heila kveila pælingar, þegar það er sagt að sumi krakkar verða að fá nálgast námsefni út frá þessum vinkli, aðrir út frá öðrum vinkli til þess að veki áhuga þeirra sko. Er það eitthvað svoleiðis markvisst, sko, þú veist, ertu með pælinguna að einhvern veginn að krækja, ekki bara krækja í efni á netinu, krækja í, kveikja áhuga ólíkra einstaklinga einhvern veginn? Já, ég held að ég sé gjarnan með verkefni þannig að þau séu svolítið opin, þannig að börn með ólíka áhuga, ólíka áhugasvið og kannski ólíka hæfileika, kannski flink að teikna, önnur flink að skrifa, þú veist að verkefna útkoman getur verið á mjög fjölbreyttu formi og að sem flestir geti fái notið sín. Já. Þó þau séu kannski að skoða sömu náttúrufyrirbærin. Og er þetta, þú hefur unnið sem kennari, er þetta svona það sem að þér fannst svolítið vanta, fannst þér vera svo ofstaðla þá, þetta er verkefnið, þetta er markmiðið og ég er ekki kannski að dobla þig til að fara eitthvað að gagnrýna eitthvað. Nei, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að reyna að finna, maður gerir það ósjálfrátt, að finna hvar áhugasvið liggur, hvað kveikir í krökkunum. En nú er stundu sagt sko, það er bara, sumir eru fljótir að sjá að þetta er nú svona náttúrubarn og þetta er ekkert náttúrubarn, þessi er nú bara alltaf, heldur að það sé rétt eða heldur að öll börn séu náttúrubarn? Nei, ég held, það þarf að rækta þennan hæfileika. Það þarf að rækta þennan hæfileika að verða náttúrubarn. Það er ekki meðfætt, trú ég. Og það er gert með því að fara út, pæla í því sem fyrir augu ber, flýta sér hægt. Það er svo margt hægt að gera og henni fullorðnu að vera með þeim í þessu svona, það skiptir máli. Upp á þess að svona, þetta er ákveðið uppeldi. Já. Og eins og ég held ég hafi sagt áðan kannski að náttúran sjálf er líka uppalandin í þessu. Já. En það þarf svona kannski að opna augu og ekki bara augu, það eru öll skilningavitin. Já. Sem að þarf á einhvern hátt að opna hjá börnunum og tengja náttúruna og þau. Og leyfa náttúrun kannski einmitt að opna líka. Já. Mér finnst náttúran vera svolítið uppaldi líka bara sem slík. Já. Það að þekkja náttúruna eða umhverfi sitt. Það veitir ákveðina svona öryggiskend, líkt og bara fjölskylda. Já. Þannig að það er mjög eftirsóknarvert að kynnast henni. Núna eru margir að tala náttúrulega geðheilsu barnar og aukna vanlíðan barna mjög mikið. Já. Og vera að tala þú veist, reglukerfið í skólunum og uppeldishætti, alls konar, en maður hefur ekkert kannski mikið heyrt bara beinlínis talað það
að það sé mikilvægt fyrir börn að vera meira út í náttúrunni og í tengslu við náttúruna. Eins og þú ert eins og kemur fram á þessum veffínum, ég fannst þetta þessna svo stórmerkilegt einhvern veginn. Já, ég bara staðhæfi það að það er mjög mikilvægt hverju mannesku að vera úti og kynnast náttúrunni. Það er bara skiptir mjög miklu máli fyrir vellíðan einstaklingsins og hérna bara sterkari sjálfsmynd og aukin svona næmni á hlutina, athyglisgáfa, ég bara þroski og þetta skila sér í fleiri bara í öllu námi að taka eftir því sem það er í kringum mann. Og einmitt þess að þú ert bæði með alveg smáatriðin og svo stóra samhengið. Já, ég er að fjalla þarna líka stórumálin á vefnum. Já. Þannig að þú setur það þú hjálpar allavega þessum fullorðnum og börnunum að setja það í samhengi og finna svolítið tilgangin líka í því. Já. En þarna er mjög heppilegt að fólk getur bara farið milli hverfa, já, ég bý í þessu hverfi, þá byrja ég að fara á þessa staði. Já, svo á eftir að bæta við nokkrum stöðum. Já. Og þannig að þessi vefur á eftir að vaksa, ekki bara að komi fleiri færslur, það er líka fleiri staðir sem eru ókomnir og fólk getur bent mér á ef það saknar einhvers. Einmitt. Þannig að endilega verið sambandi þannig. Það er nú gaman, ef menn eiga sér uppáhaldsstaði í sínu hverfi eða öðrum hverfi, bara í borginni. Já, einmitt. En finnst þér vera bara rétt undir lokin, þeir sem voru að detta inn, þá er þetta síðan náttúrareykjavíkur.is sem var verið að opna núna bara nýverið mjög. Já, það var í febrúar held ég formlega opnun. En svona, þetta er svona að fara að stað allt saman. Og finnst þér að Reykjavíkurborg, ef við tökum hana nú bara, finnst þér hún vera nógu vakandi svona fyrir, eða við Reykvíkingar nógu vakandi fyrir okkar náttúru eða svona að verndana og að eiginlega passa upp á að vera með óbyggð svæði? Þetta er mjög hlaðin spurning. Ég markmið með þessum vefi náttúrulega líka að ala upp börn sem að þykir vænt náttúruna, áttar sig á þessum verðmætum sem að eru í umhverfi okkar. Og vonandi skilar það sér í því að þau vilji vernda náttúruna. Það er mikið framkvæmda gleði í Reykjavík og það er ýmislegur sem hefur verið fórnað og það er kannski ekki allt búið enn, væntanlega ekki. Og mér finnst að við megum fara varlegar. Það eru mjög verðmætar fjörur. Það eru ansi margar uppfyllingar líka. Já. Er þörf á þessu öllu? Sundabraut framundan, eða hún er alltaf í umræðinni. Hvað þýðir það fyrir náttúruna? Þú ert nú náttúruverndarsinni mikill, ekki sant? Eða þú hefur svona beittir á því sviði gegnum tíðina? Að vera náttúruverndarsinni finnst mér eiginlega að vera það sama og vera bara góð manneskja. Það er siðferðilega rétt að vera náttúruverndarsinni. Hvað hefum við með það að vera að vasast með náttúruna? Stjórnast í henni. Höfum við þann rétt? Ég er ekki alveg sannfærð það. Ég lít henni á að menninir séu partur af náttúrunni. Og þeir eiga að fara varlega. Þeir eiga að hafa sjálfbærni að leiðarljósi og
og hafa sem minnst áhrif, sem minnst skaðleg áhrif á náttúruna. Það bara þannig. Já. Og mér finnst stundum farið of geyst. Já. Hérlendis og í Reykjavík. Í Reykjavík. En sem betur erum við enn með einhverja náttúru fallega. Og þú kortleggur hana hér. Og við verðum að passa hana. Já, við verðum að passa hana og einmitt tengjast henni persónulega eins og þú ert að eiginlega hjálpa hverjum og einum að bara hafa einhverja leið til þess að tengjast náttúrunni á margvíslega vegu. Sólrún Harðardóttir, kennari og náttúruunnandi og námsefnis höfundur og höfundur þessarar merku síðu náttúrureykjavíkur.is. Hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér. Og segja okkur frá þessu, já, og ég bara ætla virkilega, kannski við rauðaborði getum við verið með náttúru fréttatíma líka. Það sé ekki bara, væri mjög gott að fylgjast, allavega er ég búin að skrá með þarna til þess að fá nýjustu fréttir, vistfræðilegar. Má segja það vistfræðilegar fréttir eða? Já. Ok. Kæra þakkir fyrir að búin að vef til fyrir okkur. Þetta bara eiginlega, maður verður virkilega bjartsitt fyrir sumarið Þannig að fara með börnunum bara, það komið prógram. Þú ert búin að eiginlega gefa okkur prógram fyrir sumarið. Ég þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Laufey Líndal fyrir að varpa því yfir til ykkar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Og hér skulum við setja punktinn í kvöld. Við þökkum þeim sem áhlýttu og horfðu samfélgina í kvöld. Laufey Líndal fyrir útsendinguna og ég þakka öllu mínu góða samstarfsfólki og gestum fyrir komuna hingað að rauðaborðinu. Við minnum á að við þurfum á ykkur að halda og þið getið öll tekið þátt í að byggja upp þennan öfluga fjölmiðil sem samstöðin er að verða. En samstöðin, og kannski vert að minna á það að samstöðin er í eigu lesenda, áhorfenda og áheyrenda og með því að gerast áskrifandi getur þú orðið félagi í Alþýðufélaginu og þar með eigandi að samstöðinni. Það er eins og við höfum oft sagt frá á samstöðin.is er þetta ít á hnapp þar sem ástendur áskrift og þar er hægt að greiða áskriftagjald mánaðarlega eða valfrjálst styrk og þar með eru þið orðnir eigendur og þáttekundur hér í þessu skemmtilega fjölmiðlaverkefni sem á sér stað hér í Bólholtinu. En ég þakka fyrir mig og okkur í kvöld. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.